Jæja, kæru gestir, þá er það föllun á Íslandi á miðöldum, svipmyndir. Ármann Jakobsson, prófessor við hugvísindasvið Háskóla Íslands, ætlar að segja okkur eitthvað um það. Og Ármann er einmitt einn af ritstjórunum af bókinni, góðu. Já, góðan daginn, heyr allir vel í mér? Já, er það? Tæknimærin hafa. Ertu búin að stilla betur? Þú komið aftur í salinn. Hvað segir þið aftast? Er þetta orðið gott? Rannsóknir á íslenskum miðaldabókmenntum hafa sjaldan snúist þá sem standa höllum fæti. Og ég hef undanfarið reynt að beina sjónum af fólki sem iðulega jaðrað í þessum textum og væntanlega í samfélaginu sjálfu, meðal annars sakir sjúkleika og fötlunar, og hef fundið mörg dæmi um það þegar hið óvenjulega brýst inn í sögur þar sem þá annars ekki heima. Það sem vekur áhuga minn er viðkvæm samfélagsstaða, valdaleysi, vanmáttur og þær ógnir sem því tengjast. Þó að hér verði fjallað um texta frá 13. öld til 15. aldar, gerast flestir textarnir sem hér verði fjallað á Íslandi á hinni svokölluðu söguöld frá landnámi fram yfir kristnitöku árið 1000. Af einhverjum völdum var einmitt þessi tími hugstæður íslenskum sagnariturum. Myndin af þessari fortíð þó iðulega lituð bæði af samtímanum og nálægari fortíð, þannig að vel má vera að samfélagssagnanna sé að mörgu leyti líkara íslensku samfélagi 12. aldar en 10. aldar. Þegar horft á þá sem standa höllum fæti hlýtur afstaða til valdsins að vera höfuðatriði. Staða manna á jaðrinum og í miðjunni hlýtur að ráðast á valdinu til þess að miðja og jaðra. En það vald er viðkvæmt og hræranlegt. Öll rit þar sem fengist við völd hljóta snúast að einhverju leyti brothætt vald, samfélagsstöðu á hverfanda hveli, félagslegan veruleika á stöðugri hreyfingu. Fötlun og sjúkdómar eru nýlegt rannsóknarsvið í norrænum fræðum og miðaldarannsóknum, hið sama á raunar við jaðar og miðju yfirleitt. Ýmsir fræðimenn tók að beina sjónum að samfélagsstöðu hinna veiku í kjölfar samfélagshreyfinga 7. og 8. áratugurins. Oft hefur þó mátt greina sambandsleysi milli rannsókna á sjúkdómum og annarra miðaldafræða. Seinustu misserin hefur fjölgað rannsóknum bæði á sjúkdómum og fötlun sem sækja þrótt sinn ekki síst úr hinsegin fræðum, og rannsóknarefnið þá hið samfélagslega rými, miðjan, jaðarinn, landamærin og einstaklingar með óræða stöðu í heimsmyndinni. Í grein sinni Regardless of Sex, hún kom út 1993, lýsir bandaríski miðaldafræðingurinn Carol Clover íslenskum samfélagi sem hörðum heimi þar sem valdið í höndum fárra en allur þorri samfélagsins utan miðjunar. Þessi tilgáta íslensk samfélag á söguöld þvert á rómantískar hugmyndir fræðimanna 19. og 20. aldar þjóðveldi frjálsra manna sem bjuggu við ákveðin jöfnuð og réttlæti. Þær hugmyndir voru auðvitað allar á forsendum hins hvíta karlmanns sem ekki á jaðrinum. En þegar betur aðgáð eru ýmsar vísbendingar sem ganga þvert á þessa sýn. Þannig eru hinir fornu textar fullir af auknefnum eða viðurnefnum sem fræðimenn neigðust áður til að telja hlutlaus og hið sama átti reyndar við svipuð viðurnefni í íslenskum smáþorpum í 20. öld sem þótti sára saklaus þangað til umræða einelti breytti viðhorfinu. Meðal dæmi slík viðurnefni í fornsögum eru breiðhöfði, svínhöfði, hrakauga, kringluauga, slíkisteinsauga, skjálki, einegi, blindi, blindingur, kerlingarnef, nefja, flatnasi. Þið sjáu það mjög erfitt að vera með nokkuð líkamshluta í lagi. Höggvinkynni, kjálki, daufi, hólmunnur, drekaskoltur, slefa, skarði, tanni, valbráð, smámælti, skrækur, rámur, stamur, ómáli, breiðmægi, kroppinbakkur, einhendi, krepphendi, hrokkin, eista, bægifótur, krókfótur, skammfótur, tréfótur, halti, litli, lági, skammi, digri, feiti, þungi, skakki og líkþrái. Þetta eru bara nokkur dæmi. En þó að allur þorri manna hafi ef til vill sætt sig við þessi auknefni sem eðlilegan þátt mannlífsins ekki þar með sagt að í þeim hafi ekki falist stimplun, smættun eða niðrun. Ýmis viðurnefni tengjast líkamlegum ágöllum sem móta mynd samfélagsins af manninu sem ber þau
og hann þannig innlimaður og smættaður í sinn ímyndaða galla. Ærin rök virðast þannig standa til að skilgreina hið norræna samfélag miðalda sem harðneskjulegt samfélag, en þegar litið til aðalpersóna Íslendingasagna áberandi hversu fáar þeirra bera viðurnefni. Öðru máli gegnir aukapersónur. Auknefnin halda fólki á jaðrinum og persónu gera manneskjurnar í einum tilteknum eiginleika. En harka og samúðarleysi eru þó ekki einu stefin í íslensku miðaldatextum fötlun. 71. erindi Hávamála hljóðar svo: haltur ríður hrossi, hjörð rekur handarvanur, daufur vegur og dugir. Og hér má lesa úr þann boðskap að fatlað fólk hafi hlutverk í samfélaginu. Eins má í raunsæislegum sagnatextum sjá dæmi hetjur sem með einum eða öðrum hætti yfirvinna meinta fötlun. Fyrsti hluti Grettis-sögu saga forföður Gretti sem kallaður Önundur tréfótur. Nafnið og tréfótinn fær hann samkvæmt sögunni í orrustunni við Hafursfjörð, þetta á 9. öld. Á sögunni ítrekað að Önundur vitur maður, rammur að afli og hinn mesti hreysti maður, en sjaldan minnst á fótinn þegar lýst orðum hans og verkum, og raunar sérstaklega getið tréfótinn tvisvar eftir fótamissinn í því samhengi að hann hafi engan veginn hamlað Önundi. Fyrst sagt að hann hafi verið svo frækinn maður að fáir stóðust honum þótt heilir væri, og eftir andlátið fær hann þessa einkunn: hann hefur fræknastur verið og fimastur einfættur maður á Íslandi. Það svolítið Óskar Pistorius okkar. Önundur ekki fæddur fatlaður, heldur missir fótinn í bardaga, og síðan hann áfram höfðingi manna sinna og fótarleysi reynist engin fötlun. Vitaskuld má líta á þetta sem glansmynd, en einnig sem mótvægi við harkalegri viðhorf til þeirra sem þeirra verið settu. Í sögunum eru þannig litbrigði fötlunar fjölmörg. Við sjáum ótta, hörku og aðdáun, en einnig raunsæjar og nærfarnar lýsingar á fötlun og sjúkleika, þar sem finna má samúð, bæði með þeim sem verður fyrir meininu og þeirra sem þjást með þeim. Í jarteinum íslenskra dýrlinga lýst ýmsum hversdagslegum sjúkdómum sem venjulegt og iðulega ónafngreint fólk var haldið og leitaði liðsinni síns staðardýrlings. Það einmitt helst í þessum jartanabókum að fólk sem ekki af yfirstétt birtist í okkar miðaldatextum. Í elstu jarteinabók Þorláks helga má þannig sjá dæmi blindu, blóðmissi, bólgu, verki, bruna, fótbrot, heldu, kverkamein, heyrnarleysi, nærsýni, kviðsull og hryggbrot. Þetta svona öll helstu meinin sem enn í gangi. Og yngri jarteinasöfnum verða lýsingarnar nákvæmari og fleiri sjúkdómar bætast við, þar á meðal hugarvíl sem leiðir til sjálfsmorðstilraunar. Yfirleitt einkennist þessar stuttu frásagnir á samúð með fólkinu sem tekst á við þessa sjúkdóma. Þannig sagt frá manni nokkrum í Eyjafirði: á þann sama björn sló svo mikill í kvíðu og hugarvolaði að hann vildi gjarnan tapa lífi sínu og drekja sér í áþerri skammt var frá húsi, en bróðir hans geymdi hann með svo fullkominni ástúð að hann gat 2 sinnum stöðvað fyrir honum þetta óráð. Öðru máli virðist hins vegar gilda þá sem eru seinfærir eða varanlega andlega vanhalir, þá eru iðulega notuð orð sem þykja grimmdarleg nú. Þannig má, því miður, sjá orðin afglapi og fíbl iðulega í íslenskum miðaldatextum nánast sem tegundaheiti. Þannig eru orðin höfð í Finnbogasögu ramma Þorkell Sigurðarson sem þótti seinlegur nokkuð, en Finnbogi tekur hann raunar að sér, enda sjálfur kolbítur í æsku. Ekki verður ráðið af sögunni að þessi skammarorð eigi rétt á sér, þau eru eignuð sögu persónum en ekki höfð við af sögumannsröddinni, og þetta mjög mikilvægur greinamunur. Eins ítrekað að þótt írska frillan Melkorka í Laxdælasögu tali ekki, megi ekki afgreiðana þannig. Öllum mönnum var auðsætt stórmennskumót á henni og svo það að hún var engi afglapi. Réttmæti skilgreiningarinnar sjálfar þó ekki dregið í efa Íslendingasögum. Helgi Ingjaldsson kemur talsvert í Gíslasögu og honum svo lýst: Helgi hét sonur Ingjalds og var afglapi sem mestur mátti vera og fíbl. Honum var svo umbúð veitt að raufarsteinn var bundinn við hálsinn og beit hann gras úti sem fénaður og kallaður Ingjalds fíbl. Hann var mikill vexti nær sem tröll. Helgi ekki kallaður afglapi af sögumannsröddinni, hann einfaldlega var afglapi og fíbl að auki, og það þykir eðlilegt að hafa hann tjóðraðinn við stein bítandi gras.
Fram kemur í sögunni að mikið sagt frá fíflinu Ingjalds og virðist Helgi Ingjaldsson eins og hvert annað skemmtiatriði í sveitinni. Og þetta kemur fram þegar þeir sem elta Gísla Súrsson hitta fíflið svokallaða en í raun Gísla í gervi Helga og eyða drjúgum tíma í að horfa á fíflið. Þeir svöruðu: gaman þykir oss að fíflinu og horfa á það, svo sem það getur ærilega látið. Þið sjáu þetta svolítið svipuð viðhorf og í Fríksjónum seinna. Þeir sögðu að hún, það ambáttur sem fylgir honum, var hörmulega stödd hún skildi fylgja fóla þessum. Svo þykir mér og, segir hún, en hitt finn ég á að yður þykir hlægilegt og harmi mig allítt. Hlutverk Helga í sögunni þó að verða til bjargar án þess að skilja það sjálfur, þar sem Gísli Súrsson leikur hið svokallaða fífl til að sleppa undan þeim sem eldan og þykir hlægilegt að horfa á fíflið láta ærilega. Ambáttin vorkennt að þurfa að fylgja fóla þessum eins og það orðað, en með fíflinu sjálfu sést aðeins fjarlægð og fyrirlitning. Bent hefur verið á hvernig fötlun hefur verið notað til að skapa óhugnað á ýmsum tímum og allt frá dögum Ríkards III til andstæðinga James Bond í nútímanum glæpamenn og skálkar iðulega auðkenndir með fötlun. Og þetta finnst mér eiginlega áhugavert því að fötlun, það sem ég finnst áhugaverst í fötlun þessi hugmynd hið heilbrigða samfélag sem eigi að vera einhvers konar andstæða við fötlunina. Og í raun og veru finnst mér heilbrigða samfélagi vera furðuverkið í öllur þessari hugmyndafræði. Ein eftirminnilegasta hrollvekja úr íslenskum miðaldatextum þátturinn Selkollu í ýmsum sögum Guðmundar biskups Arasonar frá 14. öld. Sagan hefst þegar Meybarn fæðist á litlum bæ og karl og kona send að bera það til sóknarkirkju til skírnar, en illa fer þegar hjúin koma að steini einum sem kallaður Miklisteinn. Og eins og sagan segir, þar gera þau illmannlega dvöl, leggja niður barnið undir steinin og víkja annan veg til saurlífis. Geta má nærri að þetta nafnlausa fólk sé af þeirri stétt manna sem engar eignir átti til að ganga hjónaband og átti þar af leiðandi ekki að lifa kynlífi. Sannarlega bregðast þau barninu illa, en hegðurinn þó varla óskiljanleg nokkrum nútímamanni sem ekki alinn upp við að ófrelsi sé sjálfsagt. Þarna fá þau einsta tækifæri til að njóta þess sem annars bannað. Meðan saurlífi stendur yfir virðist eitthvað koma fyrir barnið, en mestur verður hrollurinn vitaskuld ef viðburðurinn ekki skýrður, þá hann undur. Þegar þau snúa aftur sýnist þeim barnið blátt, dautt og ferlegt, þannig að þau yfirgefa það, en heyra síðan grát og sýnist barnið lifa og nú svo hræðilegt að hvorki þora þau snerta né nær koma. Þannig umbreytist unga barn sem fórnarlamb hræðilegs slys í magnaða óvætti sem ógnar allri sveitinni. Margar draugasögur og hrollvekjur þrífast á slíkum umsnúningi. Óhamingjan eldsneyti hrollvekjunar. Tilhugsunin barni sem deyr virðist of erfið fyrir samfélagi sem neitar að taka ábyrgð á vanrækslunni. Í stað málsatvikana kemur óskilgreind óvættur sem við hræðumst og getum hatað. Og síðan þarf að sækja særingarmann til að eiga við ófreskjuna, eins konar draugabana. Í veraldlegum sögum eins og Íslendingasögunum sérstakir fagmenn í þessu sem virðast nær tröllskapnum en aðrir menn. Í Grettisögu sjást 3 slíkir, ófreskjan Glámur, hinn lánlausi Þorgautur og svo útlæginn og jaðarmaðurinn Grettir. Í sögum Guðmundar Arasonar það biskupinn sjálfur sem tekur að sér hlutverk særingamannsins, en það hlutverk fylgir dýlingnum alveg fram á lúterskan tíma. Hinn heilagi maður svo eini rétti til að berjast við heiðni og hverskins tröllskap. Ekki heyrist meir barnið, en nú tekur að birtast í sveitinni miðdegi stjöfull svokallaður, svo magnaður sem stundum fögur kona en stundum með selshöfði. Í fötlunarsamhengi áhugavert hvernig hið afskræmda höfuð látið einkenna skrýmslið sem að því leyti undanfari handalausa óvettarins Dr. No í samnefndri James Bond mynd. Þið muni kannski eftir atvikinu þegar hann dregur fram krókana og allir eiga að fá sjokk. Slík finngálkn ógna heimskilningnum öðrum fremur og magnast upp í óvissuna hvernig orsakasamhengi milli hins ódauða barns og þessar óvættar sé nákvæmlega vaxið. Hitt veit sögumaður að hér orsakasamhengi á ferð. Lostin sem fólki tók fram yfir skyldu sínar hefur þessar demónsku afleiðingar og Selkolla reynist vera lostafullir fjandi sem birtist bónda í sveitinni og flekar hann, hún slær í fyrstu og leik nokkuð við hann bóndan þar til hann leggur glens í móti en nákvæmur hann að síðast með kjötlegu verki eins og það orðað.
En reynist lostinn þó djöfulegur því að stað konunnar birtist nú óhræddur andi með selshöfuð og ásækir bóndann sem deyr að lokum. Selkollusagan auðvitað ekki aðeins varnaðarsaga gegn kynlífi, heldur fyrst og fremst dæmi jarðtennir hins heilaga Guðmundar sem söguhetjan en helvíski andinn helsti andstæðingurinn. Hér þó að ferð gamalt og nýtt hrollvekjuminni þar sem hið djöfulega sett í samhengi við eðlilega löngun mannsins í kynlífsunnað. Ástæður til að velta fyrir sér stöðu barnsins sem verður að lokum þessi djöfull. Barni verður úti vegna þess að það er varnarlaust og allt sitt undir trúnaði þeirra sem átt að flytja það. Það deyr því heiðið og umpólast í fjanda. Skömmu eftir kristnitöku hafði útburður barna verið aflagður enda talinn til heiðni eða öllu heldur var hann aðeins leyfður í undantekningatilvikum ef börnin voru afskræmd eða þóttu djöfuleg og þetta var lagt að jöfnu. Í Selkollusögunni frekar slys að ræða en leið skeytingarlausir vandalausra sem hafa takmarkaðan áhuga á barninu. Ekki kemur fram í sögunni af hvaða stigum barnið aðeins sagt að á einum litlum bæ fæðir kona meybarn og gæti það þess vegna verið húsmóðirin á bænum. Hitt öruggt að bærinn lítið og foreldrarnir megna ekki að flytja barnið til skýrurnar sjálfar. Hér gæti átt við íslenskur sannleikur sem var í fullu gildi allt fram á 20. öld. Köld eru ómagans kjör. Svo köld að þau eru fyrirtaksefni í hrollvekjur. Ömurlegt hlutskipti fjölmargra íslenskra barna liggur eins og mara á sálinni og fær útrás í þjóðsögum eins og þessari hrollvekju. Ásókn Selkollu bendir til að þeir sem stóðu höllum fæti hafi stundum megnað að sækja á þjóðarsálina alla. Í sögunni barn í höndum ókunnugs fólk sem umhugað eigin fýsnir frekar en velferð þess. Þó að þetta nafnlausa fólk beri ábyrgðina getur samfélagið ekki vikið sér undan, barnið dó og enginn saklaus. Úr slíku efni verður hrollvekjan til. Hér hef ég farið vítt yfir svið, enda íslenskar frásagnaheimildir frá miðaldir auðugar á dæmum fötlun og stöðu hennar í samfélaginu. Saga Önundar Tréfótar hetjusaga mann sem ekki lætur fótaleysið aftra sér. Hann kemur úr efsta lagi þjóðfélagsins en mun erfiðar staða þeirra sem ekki eru jafn göfugir á uppruna. Minnst þó samúðin með svokölluðum fíflum og afglöpum sem eru bundin við stein, bítandi gras. Í frásögnum á kolbítum þó varað við að dæma menn endanlega sem slíka því úr kolbítnum getur ræst. Því fer fjarri að hægt sé að lýsa viðhorfi Íslendinga fyrri alda til fötlunar og fatlaðs fólks með einföldum stimplum. Þau voru margbrotin rétt eins og á síðari tímum. Þakka fyrir, Ármann. Þá komið að Rannveigu Traustadóttur, prófessor við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, sem ætlar að ræða birtingabörnin, birtingamyndir fötlunar í ljósmyndasýningu Mary Ellen Mark. Gjörðu svo vel, Rannveig. Þakka þér fyrir, Guðmundur, og komið þið öll saman sæl og blessuð. Áður en ég sný mér að því umfjöllunarefni sem ég ætla að tala hérna í dag, að þá langar mig, að því að þetta síðasta málþingið af 4, þá langar mig að þakka Öryrkjabandalaginu fyrir alveg einstaklega ánægjulegt og gefandi samstarf í kringum þessi 4 málþing og ég vil líka að það komi fram að þetta hefur verið mjög, ég var að segja, þetta alltaf hátt? Sé ég tala? Nei. Mér langar að segja það líka að bæði við í fræðimannasamfélaginu og Öryrkjabandalagið og starfsfólkið þar á skrifstofunni hefur lagt mjög mikla vinnu í hvert og eitt málþing og ég vil bara þakka fyrir þá alúð sem allir sem hafa komið að þessu og ekki síst starfsfólkið hjá Öryrkjabandalaginu hefur sýnt þessum málþingum. Það líka Öryrkjabandalagið sem hefur gert það mögulegt að bjóða Rósmary Galland Thomson til landsins ásamt Háskóla Íslands. Við stóðum að því sameiginlega og eins þá vil ég að það sé ljóst hérna að til þess að gera þessi málþing aðgengileg öllum að þá hefur Öryrkjabandalagið staðið straum af þeim kostnaði sem af því það kostar. Þegar fólk segir frítt í strætó, hvað segir Hannes, kollegi minn í háskólanum, hádegisverðin aldrei frýr, það alltaf einhver sem gerir hlutina aðgengilega með því að greiða þá fyrir þá
Og mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því að Öryrkjabandalagið svo aðili sem hefur lagt mikla áherslu á að öll málþingin séu aðgengileg öllum og það að fólk hafi kannski ekki fjárráð, eigi ekki að stoppa neitt í að taka þátt og vera með í þessum málþingum. Ég bara vona að okkur beri gæfu til að vinna áfram á þennan hátt saman og báðir leiðtogar Öryrkjabandalagsins, Guðmundur sem hér situr, sem nú ekki formaður lengur, en ekki síður Ellen, þetta hefur verið ákaflega ánægjulegt og ég vil bara segja það, af því að við vorum nú ég var með í upphafi og hef tekið þátt í öllum þessum málþingum, að þetta sú tegund af samstarfi sem skiptir, held ég, bæði hreyfingu fatlaðs fólks og fræðimannasamfélagi miklu máli að koma saman við það að halda á lofti mannréttindum fatlaðs fólks og að það sé mannréttindi hversdagsins sem skipta mestu máli. Þannig ég vil bara þakka fyrir það. Þá ætla ég nú að snúa mér því sem mitt erindi hér, en ég ætla að tala birtingarmyndir fötlunar í ljósmyndum Mary Ellen Mark. En Mary Ellen Mark, hún heimsþekktur ljósmyndari og einn virtasti og áhrifamesti núlifandi ljósmyndarinn. Hún hefur gefið út fjöldan allan af bókum og hlotið ótal viðurkenningar fyrir sín verk. Og hún opnaði sýningu á verkum sínum í Þjóðminjasafni Íslands í september 2007 og sýninguna nefndi hún Undrabörn og á sýningunum voru ljósmyndir af fötluðum börnum sem voru tekin í íslenskum sérskólum. Og í þessu erindi þá beini ég sjónum að hlutverki myndrænna frásagna, einkum ljósmynda, við að móta raunveruleikann. Og ég rýni í ljósmyndir Mary Ellen Mark frá sýninguna Undrabörn en styðst þó ekki síður við bókina hennar sem heitir sama nafni, en samhliða sýningunum þá kom út þessi stóra ljósmyndabók í stóru broti sem inniheldur 69 myndir af börnunum. Þarna eru líka ljósmyndir Ívars Brynjólfssonar sem tók mynd af umhverfi barnanna. Ég fjalla ekkert hans myndir. Og ef þið hafið áhuga að skoða myndirnar, að þá liggur þessi bók hérna frammi á eftir. Það eru miklu fleiri myndir hér heldur en ég hef tök á að sýna í þessu erindi. En ég, í því að greina bæði ljósmyndirnar og textan í bókinni, að þá styðst ég líka við blaðaviðtöl við Mary Ellen Mark til að leita mér fyllri upplýsinga afstöðu hennar sem ljósmyndara til þessa viðfangsefnis sem hún tekur fyrir í sýningunni Undrabörn og sérstaklega skilningarnar á fötlun og ekki síst á fötluðum börnum og félagslegu stöðu fatlaðra barna. Í lokin á þessu erindi að þá ætla ég að varpa fram spurningum það hvaða áhrif þessi áleitna framsetning þessa fræga ljósmyndara kunni hugsanlega hafa með hliðsjón af þeim áherslum sem hafa verið í málefni fatlaðs fólks, fatlaðra barna, ungmenna og fullorðinna á undanförnum árum. En bæði ljósmyndasýningin sem var og bókin vöktu mikla athygli og mikla aðdáun þegar sýningin var sett upp og bókin kom út á sama tíma. Og bæði fengum mjög jákvæða umfjöllun og Mary Ellen Mark og hennar sýn á sitt viðfangsefni hafa fengið mikið rými í fjölmiðlum hér á landi. Og bókin var meðal annars tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki fræðirita og bóka almenns efnis. Hún hlaut þó ekki verðlaunina, hún var tilnefnd. En sýningin myndir Mary Ellen Mark af íslensku undrabörnunum falla mjög vel að stíl hennar, í öðrum verkum hennar, sem einkennast af því að mynda fólk sem iðulega á jaðri samfélagsins, utangarðsfólk sem útskúfað og meðal viðfangsefna hennar eru heimilislaus ungmenni, nú spurning hvort ég ráði hennar við tæknina, heimilislaus ungmenni sem eru efst í horninu og vændiskonur, hinsegin fólk, klæðskiptingar, fatlað fólk, sirkusfólk, eiturlyfjaneytendur og líknastar móður Teresu. Þetta svona meðal þess sem hún hefur verið að mynda og hún hefur sjálf sagt að myndirnar af undrabörnunum falli vel inn í hennar fyrri verkefnum.
En þess vegna tel ég líka að ljósmyndir hennar veki áleitnar spurningar þátt listrænnar tjáningar til að skapa, ögra, ítreka eða staðfesta hefðbundna sýn og staðalmyndir af hópum sem eru á jaðri samfélagsins eða búa við félagslega útskúfun af einhverjum toga. Sýningin Undrabörn var sett upp í Þjóðminjasafni Íslands sem virtasta safn landsins og vekur spurningar hvaða hlutverk söfn og önnur menningarhús gegna við að móta gildismat og viðhorf safngesta og samtímans á fötluðu fólki og öðrum minnihlutahópum. Og upplýsingar sýninguna að finna á vef Þjóðminjasafns Íslands og þar kemur fram að sýningin Undrabörn farandssýning, þannig að hún enn, má segja, lifandi sýning og hún hefur farið til nokkurra Norðurlanda eða upplýsingar það á heimasíðunni. Og þetta vekur svona spurningar samfélagslegt hlutverk og ábyrgð safna sem að Sigurjón nefndi hér og fjallaði talsvert í sínu erindi. Og ég spyr meðal annars hvaða sögu segir sýningin á ljósmyndabókin Undrabörnin og hvaða ímyndir af fötlun endurspeglast í ljósmyndum Marjalen Mark, enduróma þær fordóma og staðalmyndir eða stuðla þær að jákvæðum skilningi á fötluðum börnum og aukið umburðarlyndi og skilning meðal almennings. Áður en ég skoða myndirnar þá langar mig að segja bara nokkur orð ljósmyndir og hvernig þær tengjast ímyndum og raunveruleika. En myndir leitast við að segja áhorfendum sögur það sem að þær birta, ekki sagðar með orðum, heldur með því að beita sjónrænum aðferðum, áhrifum og hefðum og sem sjónrænar frásagnir móta sögurnar skilningsfólks hvert og öðru. Og við lærum mjög snemma að lesa alls konar myndir og tákn mikið fyrr heldur en við lærum að lesa tölur og bókstafi. Þannig að sjónrænar myndir eru mjög sterkar og áhrifamiklar og auðlesnar. Og við lesum það svona sjálfkrafa án að taka eftir því, í raun og veru oft. Og myndirnar, ljósmyndir almennt, spegla í senn svona viðurkenndan skilning en móta jafnframt nýjar hugmyndir og hugsun. Rosemary Garland Thomson, sem hefur mikið spáð í ímyndir fötlunar í bókmenntum og listum í sögu og samtíma, hún hefur bent á það að þangað til alveg nýlega hafa verið til mjög takmarkaðar fjöldi sjónrænna frásagna sem hefur haft áhrif á það hvernig við skiljum og skynjum fötlun. Og algengustu hefðbundnar myndir af fötluðu fólki hafa verið þær sem að tengjast ljósmyndahefð, viðundrasýninga eða furðusýninga eins og Kristín Björnsdóttir nefndi þær og svo ljósmyndir sem tengjast fjársöfnunum og auglýsingaherferðum góðgerðarsamtaka sem að Rosemary benti nú á og síðan læknisfræðilegum ljósmyndum af heilkennum og skerðingum og sjúkdómum. Og að mati Rosemary að þá birta þessar myndir afar takmarka og þrönga sýn og fötlun og eru oft í æsingastíl eða einkennist af tilfinningasemi og birta fatlað fólk sem sjúklegt og afbrigðilegt. Ljósmyndir, svo þegar ég var að skrifa kaflann í bókinu, kláran, að þá rakst ég á greið viðtal við ungan ljósmyndara í fréttatímanum og hún heitir Hallgerður Hallgrímsdóttir og hún segir ljósmyndir eru ekki sannleikur, heldur túlkun ljósmyndarans og viðfangsefninu. Og mér fannst þetta endurspegla svo vel það sem ég var að, eða sem að, sem ég reyna að gera. Og lítum þá á túlkun Marjalen Mark á viðfangsefninu. Það fyrsta sem ég langar að gera að skoða heiti sýningarinnar. Undrabörn. Á ensku kallar hún sýninguna Extraordinary Child og bókin bæði á íslensku og á ensku. Þetta íslenska heiti sýningarinnar Undrabörn vekur hugrenningatengsl við Lísu í Undralandi, þar sem ekkert var þar sem eins og það átti að vera, heldur var þar allt undarlegt, öðruvísi og óvænt. Í Undralandi Lísu bjó framandi fólk, dýr og ævintýralegar furðuverur. Og þar var flest skrítið og skemmtilegt,
en líka ógnvekjandi með köflum. Í sögunni Lísu gefið til kynna að Undraland sé ekki alvöru staður, heldur draumaveröld þar sem að allt get gerst. Myndræn frásögn Mary Ellen Mark ýtir undir þessi hugrenningatengsl að börnin á myndunum búi í einhvers konar undralandi og séu ekki alveg á okkar heimi. Myndin á glærunni sem hér uppi, hún á vefsíðu Þjóðminjasafnsins þar sem að sýningin Undrabörn kynnt. Á þessari glæru stúlka sem flýtur í vatninu á ljóðræn og dreymin á svip og horfir fjarrænum augum út í fjarskann. Myndin fellur einkar vel að titlinum Undrabörn, því þessi fallega fljótandi vera, hún minnir á vatnadís. Hún verið stödd í einhvers konar undraheimi þar sem fólk flýtur áfram í dreymandi algleymi. Myndin undirstrikar því mjög vel heiti sýningarinnar og virkar sem birtingarmynd þess undralands sem börnin og ungmennin á sýningunni, á myndinum tilheyra. Og í kynningu Þjóðminjasafnsins þá þessi mynd mjög oft notuð og væntanlega til þess að undirstrika myndræna framsetningu heitisins á sýningunni. Það líka áhugavert að skoða heiti sýningarinnar á ensku, Extraordinary Child. Hugtakið extraordinary hefur skírskotun sem ekki að finna í íslenska heitinu. Á ensku vísar heiti sýningarinnar til gagnrýninnar umfjöllunar fræðimanna óvenjulega líkama og birtingamyndir þeirra í bókmenntum og listum og meðal annars að finna hjá Rosemary Garland Thompson sem hugtakið extraordinary notað óvenjulega líkama. Og þessi fræðilega umfjöllun beinist meðal annars að því að skoða hvernig slíkir líkamar voru sýndir áður fyrr á viðundrasýningum eða furðusýningum sem að Kristín Björnsdóttir talaði hérna fyrir hádegi. Og þess vegna má því eiginlega finna tengingu hér við sögu viðundrasýninga og stöðu fatlaðs fólks sem viðundra í gegnum þetta enska heiti. Umgjörð og sviðsetning ljósmynda gegna yfirleitt í hlutverki að birta eða styrkja merkingu myndarinnar. Umgjörðin skapar eða dregur fram ákveðnar hliðar á myndefninu og umhverfi þess með því að útiloka sum atriði og birta önnur. Og val ljósmyndarans á umgjörð leggur áherslu á táknrænt gildi umhverfisins. Og með öðrum orðum að það sem á myndinni gert til að undirstrika myndefnið og það sem ekki þar auðvitað dregur úr mikilvægi ákveðna þátta sem ekki sjást á myndinni. Sem sagt að umgjörð á ljósmyndum, hún mótar það þætti sjónrænnar frásagnar sem að myndin birtir áhorfandanum. Og í stórum dráttum að segja að Mary Ellen Mark hafi valið Undrabörnunum þrenns konar umgjörð í sínum ljósmyndum. Sundlaugina innandyra rýmið inni í skólanum og útileikssvæðið. Langflestar myndana þriðjungur af nemendum í sundi og svona fæstar af útileikssvæðinu. Áhugaverðust fannst mér sú umgjörð sem algengust, það sundlaugin. Myndirnar sem teknar þar sýna viðfangsefnið á ýmsa vegu, en flestar af börnunum og ungmennunum fljótandi í vatninu, sum með stuðningi fullorðinna eins og sést á annarri myndinni á þessari glæru, þar sem unglingsstúlka flýtur í örmum aðstoðarmanns. Það talsvert margar myndir sem akkúrat þannig. Önnur börn fljóta ein, líkt og stúlkan sem flýtur í vatninu, sú sem kynningamynd sýningarinnar sú sem oft kynningamynd sýningarinnar, svona ljóðræn og dreymin á svip sem horfir svona fjarrænum augum eitthvað út í fjarskann. Það sem líka athyglisvert að umgjörð sundlaugarinnar leyfir einnig að börnin og ungmennin séu sýnd klæðlaus eða klæðlítil. Og það talsvert mikið af myndum sem tekin eftir að koma upp úr sundlauginu og í sturtunni eða í fatakleifanum. Sum sveipuð handklæðum og það vakti athygli mína ein stelpustúlka, unglingsstúlka, hún einungis klædd bréfbleyju. Og það má velta því upp hvort að það þætti viðeigandi að sýna ófatlaðar stelpaðar stúlkur svo klæðlitlar eða á bleyju einnig saman.
Ef við skoðum myndirnar innandyr í skólanum þá er þriðjungur myndana sem eru teknar þar. En þrátt fyrir þessa umgjörð sýnir engin myndana af nemendunum það sem að áhorfendur myndu tengja við hefðbundið skólastarf. Og þannig að sú umgjörð, þó hún sé innandyr í skólanum, gefur til kynna að hefðbundið nám sé ekki mikilvægt fyrir börnin í þessum skólum, þessum 2 sérskólum, þar sem eru teknar. Að myndunum má dæma að það er erfitt að skilgreina börnin og ungmennin sem nemendur þó að myndirnar séu teknar í húsnæði skólana. Og það skólastarf sem birtist á myndunum er því flestum áhorfendum framandi og ekki í samræmi við það skólastarf sem að flestir þekkja. Tæplega þriðjungur myndana er tekin á útileiksvæði skólana og sýnir mörg barnanna að leik á skólalóðinni og þessar myndir komast næst því að minna á venjuleg skólabörn og þeirra hvað þau gera í frímínútum. Ég skoðaði líka svona uppstillingar og tákn ljósmyndana, en ég vil líka segja það bara að sú staðreynd að ljósmyndir eða málverk af manneskju er til sýnis á safni eða listamiðstöð gefur til kynna að viðfangsefnið sé þess virði að vera mynda eða mála varðveitt og sýnt og í heild sinni endurspeglar sýningin undrabörn, virðingu fyrir fötluðum börnum og viðleitni til að gera lífi þeirra skil og Þjóðminjasafnið á því hrós skilið fyrir að sýna fötluðum börnum virðingu með þessu. En hvernig er það mögulegt að þekkja strax og staðfesta að undrabörnin eru fötluð börn? Og er það mikilvægt að við áttum okkur á því strax? Það er greinilega mikilvægt fyrir Marielle Mark því að lykillinn að því að áhorfandinn sjái strax þau atriði á myndinni sem að einkennir þau sem fötluð. Og sérkenni margra fatlaðra einstaklinga eru meðal annars óvenjulegt útlit og óhefðbundin samskipti og á myndum Marielle Mark eru slík sérkenni sett fram og oft sett fram í ýktum hætti eins og sjáum af annarri þeirri mynd sem hér er. Og uppstilling barnanna er víða til þess fallin að draga fram skerðingu þeirra og ítreka sérkenni þeirra frekar en að ítreka það sem að þau hafa sameiginlegt með öðrum börnum. Og það eru talsvert margar myndir af grátandi börnum sem að gefa til kynna þjáningu og þetta sé harmleikur. En uppstillingarnar á myndinni gera það verkum að áhorfandinn les myndina og þekkir umsvifalaust að þetta eru fötluð börn. Og síðan er hið viðtekna fötlunartákn hjólastólinn mjög oft notaður í þessum myndum eða standbretti eða hjálpartæki til þess að við áttum okkur á því, þó við vitum ekki hver þessi manneskja er, að þá áttum okkur á því hvaða hópi hún tilheyrir. Annað sem er algengt á börnunum og unglingunum á myndinni er að þau séu opin mynd, en það er mjög hefðbundið tákn heimskulega, barnalega eða kjánalega ásýnd og það er talsvert til á fræðilegri umfjöllun þær læknisfræðilegu myndir sem voru teknar á tímum mannkynbótastofnunar í Bandaríkjunum svona 1900 til 1930. Þá var mikið gert að því að skoða hvernig var hægt að þekkja að fólk væri fatlað eða með hvaða skerðingu það væri og þá þótti það vera óyggjandi merki fávitahátt eins og var kallað á þeim tíma ef að fólk var með gapandi eða með óreglulegan munn eða opinn munn. Og þetta eru ennþá tákn sem eru notið í nútímanum. Til dæmis er ný grein frá því bara í fyrra sem er skrifað af kanadískum fræðimönnum sem voru að skoða staðalmyndir af þroskahömlun í klassískum teiknumyndum Disney og víðar og þau benda á að það að vera opin myndur eða með fingur í munni sé útlitseinkenni sem gerir áhorfanda kleift að átta sig á því að hér eru börn og ungmenni með þroskahömlun og mjög mörg barnanna á myndum Marielle Mark eru þannig. Sú á myndum Marielle Mark sem vakti kannski mest að sérstaka athygli mína vegna líkinda hennar við ljósmyndir Diane Arbus sem ég veit ekki hvort fólk henni þekkir en hún var heimsþekkt fyrir ljósmyndir sínar viðundrum en þessi mynd er af 3 börnum í grímubúningu sem tákna blóm og furðuverur af óræðum toga.
En þrátt fyrir grímubúningana er alveg augljóst að minnst eitt barn er svona augljóslega fatlað. Og einkenni myndarinnar er greinleg tilvísun í myndir Diane Arbus og á síðu Þjóðminjasafnsins er þetta mynd sem er líka notuð til að auglýsa sýninguna og þetta eru alveg greinileg tengsl við viðundra eða furðursýningar fortíðar. Og ég er hérna bara með mynd af Diane Arbus sem hún lést 71 og bara hennar myndir sem eru mjög þekktar og það þarf engan sérfræðing í ljósmyndum til að sjá samlíkinguna eða skyldleikjan með þessu. Og þetta er greinilegt tilvísun í viðundrasýningar fortíðar þessar myndir. Ég ætla þá aðeins að tala staðalmyndir, en ég verð að segja það að því miður að það falla myndir Merjályn Mark af undrabörnunum mjög vel að þeim lífseigu staðalmyndum sem þekktar eru úr fjölmörgum rannsóknum. Já, takk. Það eru staðalmyndir að fatlað fólk sé eilíf börn, eigi ekki heima með öðrum börnum, að þau séu kynlausar verur eða séu af öðrum heimi. Og ég vil sérstaklega nefna þá staðalmynd að fatlað sé kynlaust og ekki kynverur. Þetta birtist að mínu mati vel í sundlaugamyndunum sem sýna hálfnaktar, stálpaðar stúlkur og það er ekki talið viðeigandi að birta þannig myndir af ófötluðum unglingsstúlkum. Og í þessu sambandi má rifja það upp að myndatökur af fáklæddum eða nöktum stúlkum í búningsklefa og sturtu íþróttafélags hér út á landi var kærð og það féll dómur, þetta þótti vera glæpsamlegt fyrirbæri, eða glæpsamlegu verknaður, þannig að féll dómur í því máli. Þannig að ég tel að hér sé mjög mikið vaðið inn á einkalíf unglingsstúlknanna og unglingarna sem þarna eru að birta myndir af þeim og öðrum svona fáklæddum. En algeng staðalmynd er líka að fötluð börn séu aumkunarvörð og viðföng góðgerðar og þessi staðalmynd kemur vel fram í frétt í Morgunblaðinu árið 2007 undir yfirskriftinu Undrabörn styrkja undrabörn og það kemur fram að Þjóðminjasafnið stefnir að því að stofna styrktarsjóð fyrir fötluð börn í samvinnu við bandaríska ljósmyndarann Merjályn Mark í tengslum við sýninguna Undrabörn. Hennar saga af fötluðum börnum, á þessari setningu hefst bókin. Vitaskuld er hræðilega erfitt að vera fatlaður. Og hún heldur áfram og segir hún segir ekki bara einhliða sögu, hún segir líka líf fatlaðra getur vissulega verið dapurlegt en einnig fullt af húmor og fullt af lífi og húmor og hún dregur fram svona innri styrk og margt jákvætt í fari barnanna en það er þó ljóst að myndunum er fyrst og fremst ætlað að ýta undir það sem að aðgreinir fötluð börn frá öðrum börnum og birta þau fyrst og fremst sem framandi, undarleg og óvenjuleg. Og síðan segir hún líka, þetta er hennar boðskapur, það er svo mikilvægt að til séu svona sérstakir skólar fyrir sérstök börn í stað þess að setja fyrir almennan skóla. Þannig að hennar boðskapur er að fötluð börn eigi ekki heima með öðrum börnum. Og það fer ekki á milli mála hvað sögu hún vill segja með myndmáli og í orðum. En það er sorgleg saga skrítin börn sem samt eru glöð og kát en eiga ekki samleið með öðrum börnum og þurfa að vera í sínum eigin heimi, sinni undraveröld og í sérskólum. Og ég ætla að enda á því að velta því upp sem ég gerði í upphafi hver væru hugsanlega áhrif af þessari áleitnu framsetningu hennar áhrifin á fötluð börn á Íslandi. Og nátengt þessu er spurningin það hvernig hefðbundnum hugmyndum fötluð börn er viðhaldið, hvað nærir gamlar staðalmyndir, viðheldur þeim staðfestir, endurskapar og ítrekkar. Og niðurstaða mín varðandi sýninguna Undrabörn er sú að þarna sé á ferðinni áhrifamikil framsetning á endurunnum gömlum staðalmyndum fatlað fólk. Áleitinni myndrænni framsetningu fylgja jafnframt yfirlýsingar listamannsins nauðsyn þess að aðgreina fötluð börn, dásemdir sérskólana og fullyrðingar þess efnis að fötluð börn eigi ekki heima í almennum skólum með venjulegum börnum. Sýningin Undrabörn ítrekkar og staðfestir þann skilning að fötluð börn séu ólík öðrum börnum,
afbrigðileg og undarleg og að líf þeirra sé fyrst og fremst þjáning og harmleikur. Þessi skilningur lögmætir neikvæða stöðu fatlaðra barna og réttlætir því miður frekari mismunun og aðgreiningu þeirra frá öðrum börnum. Takk fyrir. Takk fyrir Rannveig. Við erum enn tíma hana. Næst Hanna Björg Sigurjónsdóttir, einn af ritstjórum og dósent við félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Hún ætlar að ræða hvað fötlunarlist. Gjörðu svo vel, Hanna Björg. Takk. Komið sælu öll sömul. Heyrist á hátt í mér, kannski? Nei. Bara gaman að vera hérna í dag með ykkur og það svolítið skondið og ég hugsaði það áðan að ég ætla að segja hvað fötlunarlist af því að þetta svona til þess að gera nýtt hugtak hér á landi og margir sem veit ekki hvað fötlunarlist En þið eru kannski bara akkurat fólki sem veit hvað fötlunarlist En við styrkjumst þá bara ennþá betur í skilningnum. En orðið fötlunarlist þýðing á enska orðinu, enska hugtakinu disability art, sem var til á 9. áratugnum í Bandaríkjunum og Bretlandi og í svona grófum málum má segja standi fyrir listsköpun fatlaðs fólks sem að endurspegla reynslu þess af félagslega og menningarlega sköpuðum hindrunum. Fyrirlesturinn sem ég með í dag, hann byggir á kafla sem að ég og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir skrifuðum í bókina Fötlun og menning, Íslandssagan í öðru ljósi. Og ég hefði svo sannarlega óskað þess að Kolbrún Dögg væri hér með okkur í dag því að hún ekki bara fræðakona, heldur hún líka fötluð kona og fötlunarlistakona. En hún gat ekki verið með okkur, þannig að ég verð að duga. En vegna þess hversu flókin og svona margslungin tengsl fötlunar og listar að þá langar mig að tala aðeins hvað fötlunarlist ekki, áður en að ég byrja að tala fötlunarlistina sjálfa. Í dæmunum sem ég nota, þá nota ég myndlistaformið, en það mjög mikilvægt að komi fram að fötlunarlist takmarkar svo sannarlega ekki við myndlist, því að hún getur verið að hvaða listformi sem Dæmin sem ég tek eru flest úr kaflanum hans Eiríks Þorlákssonar myndlist, en frá örófi alda að þá hefur fötlun verið notuð sem yrkisefni myndlistamanna. Og við höfum séð hvernig skerðingar og fatlað fólk hafa notað í margvíslegum tilgangi og í trúarlegum myndum algengt að nota líkamlega skerðingar til þess að sýna fram á mátt trúarinnar og lækningamátt Krists. Við sjáum líka myndir þar sem að fötlun notuð fyrir siðferðileg boðskap eins og í þessari mynd sem myndgerð líking sem Kristur setti fram þegar lærisveinarnir sögðu honum frá viðbrögðum farisæjanna við orðum hans: Látið þá eiga sig. Þeir eru blindir, leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan, falla báðir í gryfju. Þessi mynd sýnir 6 blinda menn í röð og sá fyrsti fallinn í gryfju, sá næsti að detta hann og hinir fylgi kjölfarið, þó að þeir öftustu viti ekki hvað örlög bíður þeirra. Siðferðilegu boðskapu myndarinnar sterkur og ber að taka myndinni sem líkingu fyrir aðra en þá sem eru blindir, ekki síður heldur en orð Krists farisæjanna. Hér sjáðu mynd sem hefur verið túlkuð sem tákn siðferðisbrest, en myndin sýnir fallega unga stúlku við hlið manns með herðakistil og hún hefur greinilega verið gefin honum og á bakvið þau stendur fjölskyldan hnípin á svip. Heiti myndarinnar, Hvílík fórn, gefur til kynna að stúlkan sé fórnin sem tryggir framtíð fjölskyldunar sem veit upp á sig skömmina. Og líklega fötlun hér notuð sem tákn fyrir siðblindum manns sem tilbúinn til að kaupa sér kvonfang sem hann ætti ekki kost á annars. Hér sjáðu teikningu Goya sem hér sjáðu mynd af betlara, en myndir af betlurum voru afar vinsælar á löngum tíma og hvert efnameira heimili þurfti að eiga slíka mynd og oft voru þeir með skerðingar. Þessi teikning, hún eftir Goya og hún sýnir fatlaðan einstaklinga hreyfihamlaðan sem hér í hjólastól, kannski ekki svo fínum, en hann greinilega virkar. Hann lítur út fyrir að vera skítugur,
en hann tekur svo sannarlega virkan þátt í veröldinni og heiti myndarinnar The Beggars Who Get About on Their Own in Bordeaux. En hún ber með sér hreyfanleika og sjálfstæði, þú veist, hann virkur og hann á hreyfingu. Hér sjáum við myndina sitjandi dvergur, en dvergar voru sem sagt algengir við hirðir, ýmist sem hirðfífl, leikfélagar og jafnvel sem kennarar barna konungs. Hér sjáum við myndirnar betlararnir sem sýnir 5 fatlaða einstaklinga og þeir eru sjálfsagt ekki venjulegi betlarar því að þeir eru allir með höfuðföt og hvert höfuðfat vísar til ýmissa stétta, konungs, hermanns, borgara, bónda og biskups. Það er ekki vitað fyrir víst hvað myndin táknar, en refa eða greifingjaskottin sem fest hafa verið á klæði betlarana hafa verið talin merki uppreisna hóps gegn Filippsi öðrum Spánakonungi, en gætu líka á sér hefðbundnari skýringu sem merki holdsveikra á miðöldum. En það að fötlun sé notuð sem viðfangsefni listamanna gerir þau ekki að fötlunarlist, ekki frekar heldur en það að listamaðurinn sé fatlaður. Í sögunni eru margir þekktir listamenn, Goya, Toulouse-Lautrec, Monet, Vincent van Gogh, Frida Kahlo og við eigum íslenska listamenn líka, nútíma eða samtíma listamenn, flestir lifandi, Einar Baldursson, Sigrún Huld Hrafnsdóttir, Arnþór Hreinsson, Guðrún Bergsdóttir, Sissu, Bragi Ásgeirsson og Vilhjálmur G. Vilhjálmsson. Það sem að þessi listamenn eiga sameiginlegt er það að þeir hafa einhvers konar skerðingar, en enginn þeirra myndi þó teljast til fötlunarlistamanna og ekki heldur þeir sem að gera skerðinguna að viðfangsefni sínu eins og til dæmis Vincent van Gogh og Frida Kahlo. Þetta eru sjálfsmyndir eftir þessa 2 listamenn og ég ætla að segja tala aðeins sjálfsmyndina af Fridu Kahlo. Sú mynd er kölluð Brotna súlan og sýnir Fridu berað ofan með sundurrifinn líkama sem að haldið saman með stálgjörðum. Líkaminn er þakinn nöglum sem trúlegur myndlíking líkamlegrar og tilfinningalegra þjáninga. En sársauki er mjög algengt viðfangsefni í verkum hennar, bæði líkamlegu sársauki sem hún mátti þola eftir hún varð fyrir alvarlegu slysi á unglingsaldri, en einnig tilfinningalegu sársauki sem tengist hjónabandi hennar og barnleysi. Á myndinni stendur stæðsti naglinn henni í hjartastað og hefur hann verið talinn tákna tilfinningalegan sársauka tengdan stormasömu hjónabandi hennar og Diego Rivera. En þó að við séum hér með fatlaða listamenn sem að eru að fjalla skerðinguna, að þá falla þessi verk ekki undir fötlunarlist vegna þess að verkin styrkja hugmyndir fólks fötlun sem persónlegan harmleik eða kross sem viðkomandi þarf að bera í stað þess að ögra og andæfa rótgrónu staðalmyndum og menningarlegum hugmyndum fötlun. Fötlunarlist byggir alltaf á fötlunarpólitík og það er fötlunarpólitíkin sem skilur á milli fötlunarlistar og listsköpunar fatlaðs fólks. Fötlunarlist á rætur að rekja til mannréttindabaráttu fatlaðs fólk, en hún kom fyrst fram á sjónarsviði á 8. og 9. áratug síðustu aldar sem hluti af baráttu fatlaðs fólks fyrir jöfnuði og samfélagslegri þátttöku. Kjarni fötlunarlistar liggur í félagslegri endurskilgreiningu á fötlun sem flest ykkar hér þekkið og felst í því að gerður var skýr greinamunur á skerðingu og fötlun, þar sem skerðing vísar í líffræðilegt ástand en fötlun í félagslega þætti. Í stað þess að líta svo á að fötlunin sé skerðingin eða orsakist af skerðingunni er hún skilin sem afleiðinga samfélagslegu fyrirkomulagi sem undirroki og aðgreinir fólk sem býr við skerðingar. Þessi skilgreining felur í sér að takmarkaða möguleika fatlaðs fólks til þátttöku í samfélaginu stafa ekki af líffræðilegum orsökum, heldur af félagslegum, efnahagslegum, pólitískum og menningarlegum hindrunum, svo sem aðgengi og neikvæðum viðhorfum. Fötlunarlistamenn þeir afneita ekki skerðingunni, heldur líta á hana sem sjálfsagðan og eðlilegan hluta af mannlegum margbreytileika, einhver sem megi vænta og bera virða sem eðlilegan hluta mannlegri reynslu. Frá upphafi hefur fötlunarlist falið sér pólitíska ádeilu á menninguna sem við búum í á hverjum tíma
Og menningin náttúrulega stöðugt að breytast og hérna tek ég til dæmis gamla mynd af Kópavogshæli sem var sem sagt svo sannarlega veruleikinn fyrir ekkert svo löngu síðan en margt hefur breyst. Nú fötlunarlistinn felur í sér gagnrýna ádeilu á samfélagslega undirokun og aðgreiningu og henni ætlað að vera ögrandi og ætlað að vekja athygli á stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu og útskúfun þess með aðgreiningu, stofnanavæðingu, mannkynbótum, útrýmingu og ofurvaldi heilbrigðisvísinda og hins ófatlaða meirihluta til þess að skilgreina hvað sé heilbrigt og hvað sé eðlilegt. En margar af þeim hindrunum sem verða á vegi fatlaðs fólks í daglegu lífi stafa af staðalmyndum og ranghugmyndum sem eiga sér djúpa rætur í hugum fólks. Þessar hugmyndir endurspeglast í daglegri reynslu fatlaðs fólks af aðgreiningu og mismunun. Hindranir fyrir samfélagslegri þáttöku eru víða og þó að margt hafi breyst á undanförnum árum og áratugum fyrir áhrif lagasetninga, stefnumótunar og mannréttindasáttmála að þá áfatlað fólk ekki ennþá sama aðgang og ófatlað fólk að menntun, störfum á vinnumarkaði, fjölskyldulífi og þáttöku í menningu og listu. Nú, fötlunarlistamenn eiga það sameiginlegt að hver listamaður byggir á sinni eigin reynslu og nýtir mismunandi listform í sköpunarstarfi sínu en hvert verk er framlag til sameiginlega reynslu fatlaðs fólks af ytri hindrunum og fordómum. Hvort sem að listformi er tónlist, myndlist, leiklist, danslist, ljóslindun, ljóðlist eða uppistand einkennir samstaða, hópvitund og virðing fyrir öðru fötluðu fólki, þá sem kalla sig fötlunarlistamenn. Þannig gerir fötlunarlistamaður hvorki grínað né lítið úr fólki með aðrar skerðingar, heldur beinir hann sjónum að samfélaginu í því skyni að afhjúpa þá fordóma og útskúfun sem að algengt er að sameini reynslu fólks með margvíslegar skerðingar. Nú, áhrifamáttur fötlunarlistar liggur ekki hvað síst í því að hún getur orðið til þess að opna augu fólks fyrir því að orsakir mismununar liggi ekki hjá því sjálfu og því þarf það sjálft ekki að breytast heldur samfélagið. Og í gegnum fötlunarlistina að þá getur fatlað fólk bæði styrkt sjálfskilning sinn sem fólk með skerðingar og sem fatlað fólk sem veita möguleikar þess og réttur til samfélagslegra þáttöku er takmarkaður af félagslega og menningarlega sköpuðum hindrunum. Og til þess að gefa ykkur dæmi fötlunarlist ætla ég að segja ykkur frá gjörningi sem Liz Crow framkvæmdi en hún er þekkt fyrir vinnu sína gegn hatursglæpum á fötluðu fólki en allar rannsóknir og allar tölur benda til þess að hatursglæpum fari fjölgandi. Nú, Liz Crow gerði heimildamyndina Resistance, Which Way the Future og gjörningin Resistance on the Plinth og markmiðið var að vekja fólk til vitundar kerfisbundna útrýmingu fatlaðs fólks í upphaf síðari heimsstyrjaldarinnar og hvernig réttur fatlaðs fólks til lífsins á enn undir högg að sækja vegna snemmómskoðana, fóstureyðinga, líknarmorða og mikillar fjölgunar hatursglæpa. Heimildarmyndin sem hún gerði greinir frá aðgerðinni Action T4 sem var fyrirskipuð af Hitler og fólst í kerfisbundinni útrýmingu fatlaðs fólks á árunum 1939–41 en á því tímabili voru yfir 75.000 fatlaðir einstaklingar lyflatnir. Í myndinni er gerð grein fyrir undirbúningi og aðdraganda þessara glæpa sem fólst meðal annars í áráðusherferðum sem drógu upp mynd af fötluðu fólki, sem gölluðu, sem sjúku og sem byrði á samfélaginu. Þetta veggspjald sem þið sjáið hér er hluti af áráðusherferð með myndum af fötluðum einstaklingum og upplýsingum hvað hver og einn kostaði samfélagið. Þessi veggspjöld voru notuð til þess að undirbúa jarðveginn og réttlæta að fötluðu fólki væri fyrirkomið svo að samfélagið héldist hreint, heilbrigt og samkeppnisfært. Gjörningurinn sem að Liz framkvæmdi í kjölfar myndarinnar fór fram á stalli á Trafalgartorgi í Lundúnum 8. ágúst 2009. Markmiðið var að vekja fólk til umhugsunar fatlað fólk í fortíð, nútíð og framtíð. Í gjörningnum sat Liz Crow í hjólastól sínum, klædd einkennisbúningi nasista, þögul og án þess að hreyfa sig í 10 mínútur. Að þeim tíma liðnum lyfti hún flaggi með texta sem er sóttur í velþekkt ljóð eftir þýska guðfræðinginn Martin Niemöller frá 1946. En á því stóð: Fyrst sóttu þeir þá veiku, þá svokölluðu ólæknandi og ég sagði ekkert því að ég var ekki veik. Síðan sóttu þeir gyðingana og ég sagði ekkert því að ég var ekki gyðingur. Síðan sóttu þeir kommunistana og ég sagði ekkert því ég var ekki kommunisti.
Síðan sóttu þeir félag í stéttarfélögunum og ég sagði ekkert því að ég var ekki í stéttarfélagi. Þá komu þeir og sóttu mig og enginn var eftir til að tala fyrir mig. Annað velþekkt föllunarlistaverk er eftir Alison Lapper og heitir Alison Lapper Pregnant. Og þetta föllunarlistaverk er dæmi föllunarlistaverk sem var til í samvinnu fatlaðrar konu og ófatlaðs karls, listamannsins Mark Finn. Alison, sem er fædd án handa og með mjög stutta og óvenjulega lagaða fætur, var komin 8 mánuða á leið þegar hún sat fyrir hjá listamanninum. Í þessu verki er máttur óvenjulega líkamans notað til að hafna ósýnileikanum sem oft umlykur fatlað fólk, leið og verkið ögrar aldagömlum hugmyndum fullkomnun og fegurð. Hinn 3,5 metra háa og 13 tonna þunga marmarastytta af Alison Lapper, nakinni, þungaðri og stoltri, vakti heimsathygli þegar hún var afhjúpuð á Trafalgar-torgi í Lundúnum 15. september 2006. Sitt sýndist hverjum og verkið var tilefni mikilla deilna. Deilurnar snerust listrænt gildi verksins og eins hversu viðeigandi það væri að sýna nakta, þungaða og fatlaða konu á opinberum stað, en að mati margra á föllun heima í afmörkuðu rými, góðgerðafélaga og læknisfræði. Nekt kvenlíkamans er vel þekkt og vinsælt viðfangsefni listamanna en þungun og föllun eru þeim mun sjaldgæfari. Og með því að nota marmara og staðsetja verkið í velmetnu almennu rými erum við vakin til umhugsunar að hvernig klassísk list hefur sýnt fegurð. Jafnframt felur verkið sér þann boðskap að föllun geti verið jafngilt viðfangsefni og hvað annað og ögrar þannig þröngum hugmyndum föllun, kynverund og fegurð. Sem dæmi áhrifamátt þessa verks þá hefur það öðlast sjálfstætt líf eftir að tímanum lauk sem það var á Trafalgar-torgi, því að ekki langt síðan 13 metra há eftirmynd var gerð fyrir opnunarhátíð Ólympíuleika fatlaðs fólks eða Paralympics og þarna er breska föllunar, þarna erum við komin úr breska föllunarlistasamhenginu og yfir í alþjóðlegt samhengi. En Alison Lapper Pregnant verkið lifir og í Háskóla Íslands að við í föllunarfræði tilheyrum félags- og mannvísindadeild og á heimasíðu Háskóla Íslands og heimasíðu félags- og mannvísindadeildar að þar er ljósmynd af verkinu, ein þeirra mynda sem sýna fram á fjölbreytileika námsins í skólan. Og enn aftur að á síðu þeirra Emblu og Freyju Tabú sem að ég vona þið öll þekkið að þá horfir Alison Lapper á okkur stolt, falleg og þunguð. En tilgangur með síðunni Tabú er að skapa vettvang með margvíslegum leiðum til þess að hefja umræðum með þeim sem þora allt það sem almennt má ekki tala í tengslu við fatlað fólk. Og á þessari síðu ætlaðar Emblu og Freyja að kafa ofan í það hvers vegna fatlað fólk er jaðarsett í alþjóðasamfélaginu og velta því upp hvar ábyrgðin er á að breyta því, hvar sú ábyrgð liggur. Það er til að tala alls konar óþægilegt eins og sjálfræði fólks sem þarf aðstoð við ákvörðunartöku, kynlíf og barneigni fatlaðs fólks, óþægindin sem fylgja því fyrir fatlað fólk að vera stimplað hetjur og fórnarlömb og óþægindin sem fylgja því fyrir ófatlað fólk að láta af slíkum viðhorfum. Þær vilja líka hætta sér inn í umræðum vald fatlaðs fólks yfir líkama sínum og lífi, hversdagslega ofbeldismenningu sem ríkir í lífi þess og áhrif meiðandi orðræðu á tilveru þess. Nú er ég að sýna ykkur málverk sem að mér þykir afskaplega vænt sem að heitir The Cripples sem Lawrence Stephen Laurie málaði árið 1953. Myndin er grá en Laurie er líka frá iðnaðarborg í norðvestur hluta Bretlands. Og á þessu torgi sem að iðar að mannlífi eru óvenju mikið af fötluðu fólki, sem er samt ekkert óvenjulegt með tillit til þess hversu stuttu eftir síðari heimsstyrjöldina myndin er gerð. En það sem er frásögu fært, að það er að á Laurie-safninu er sérstök handbók fyrir kennara. Handbókin heitir Teachers Resource Pack og hún inniheldur verkefni fyrir nemendur sem koma að heimsækja safnið. Og með þessari mynd sem við sjáum núna, spurningarnar sem nemendur fá, það sem að nemendur fá með þessari mynd í Teachers Resource Pack er hvaða tilfinningar vekur myndin með þér, er henni ætlað að vera fyndin, grimm eða hvoru tveggja.
ræðið hvernig Lori gerir myndina fyndna eða grimma. Og við getum velt fyrir ykkur hversu alvarlegt þetta valið og hugmyndirnar sem að börnum eru gefnar í tengslum við fötlun. Þarna hefði verið hægt að fjalla þáttöku og svo margt annað. Nú, í fjöldamenningu algengt að fötlun sé sýnd sem makleg málagjöld eða notuð sem líking fyrir siðferðisbrest, illmennsku eða góðmennsku og svo mynd sem dregin upp af fötluðu fólki sé að það sé aumkunarvert og samfélagslega byrði. Og það eins á Íslandi eins og annars staðar. Þær ímyndir sem að ráðandi menning draga upp af fötlun og fötluðu fólki hafa áhrif á það hvernig við sjáum, hugsum og tölum fötlun og frá upphafi hafa fötlunarlistamenn notað listformið til þess að afhjúpa og andæfa þeirri algengu mynd af fötluðu fólki í ráðandi menningu og ekki síst í auglýsingum á vegum góðgerðarfélaga að það sé einmana, valdalaust, hjálparlaust, aumkunarvert og fórnarlömb. Hér eru dæmi 2 velþekktar íslenskar auglýsingar. Fyrri myndin úr auglýsingunni Heppin sem að Vís gerði en síðari SCBS auglýsingaherferðin Vinur. Myndin Heppin, forvarnagildi þessara auglýsingar ótvírætt. Forvarnagildi fer ekki á milli mála, en ef við lokum augunum aðeins fyrir forvarnagildinu og opnum augun fyrir því hvaða skilaboð auglýsingin felur í sér fatlað fólk, að þá sjáum við að í gegnum þessu auglýsingu lærum við að fötlun sé verri örlög en dauðinn og að fötlun sé verðskulduð eða makleg málagjöld fyrir það að keyra drukkinn. Og á myndinni hérna á neðan að þá sést maður sem að gengur eftir gangi, hann einn, hann lifandi dauður, hann talar ekki, hann snertir engan, hann sýnir engin svipbrigði, aðrir koma og snertan og ein konan segir ég vinur því að maður veit aldrei. Það auðvelt að skilja af hverju markaðsmenn gera svona dramatískar auglýsingar því að þeir vita hvað selur og auglýsing SCBS fékk lúðurinn 2012 fyrir að vera árangusríkasta auglýsingaherferð ársins. En það svo alvarlegt þegar að ráðandi menning sýnir fötlun sem persónulegan harmleik og getuleysi og það líka hætta á því að fatlað fólk tilengi sér viðhorf samfélagsins, læra að lifa í skömm og sætti sig við félagslegan ójöfnuð. En eitt af markmiðum fötlunarlistamanna að vinna gegn skaðsemi slíkra staðalmynda og ranghugmynda og skapa nýjar og réttar myndir af samfélaginu, myndir sem vekja samkennd frekar en vorkunn. En svona auglýsingar eru svo algengar og þær eru gerðar af góðum hug og ímyndar í almenna heilla auglýsingunni þær tárin sem var tilnefnd til lúðusins, að þá sjáum við líka hvernig það gert út á hér eru andlit gerð steinrunnin, að það eru komin för eftir tárin og við erum komin með auglýsingar sem að vekja vorkunn, miklu frekar heldur en að vekja samkennd. En allt frá upphafi hefur það verið hlutverk fötlunarlistamanna að andæfa þeim algengu myndum af fötluðu fólki sem eru dregnar upp. Og í fötlunarlistinni hefur orðið til ný orðræða sem að fatlað fólk hefur sjálft þróað og orðræða sem að hafnar því svona atkvæða og hlutverkaleysi sem að ætlast til að fötluðu fólki en leggur þess í stað áherslu á vald þess og virðingu. Það sem ég langaði til þess að sýna ykkur sem mótvægi við þessum auglýsingum auglýsingar sem að fatlað fólk og gestgjafar okkar hér í dag, Öryrkjabandalag Íslands, hafa gert. Og það til dæmis hér þessi mynd af Jóni Sigurðssyni, gríðarlega flott og stolt mynd og síðan auglýsingarnar fyrir málþingin, mannréttindi hversdagsins, aðgengi alla leið að rómantík, fjölskyldulíf fyrir alla, þáttaka fyrir alla og í vinnu og síðan þáttaka hér í litríkum heimi auglýsingin fyrir daginn í dag. En auglýsingar sem þessar sýna fatlað fólki jákvæðu ljósi og hefðbundnum hlutverkum og þær eru svo mikilvægar vegna þess að með svona auglýsingum að þá verða til nýjar fyrirmyndir sem að vekja nýjar hugmyndir og nýjar tilfinningar fötlun leið og þær skora á hólm viðteknar hugmyndir fötlun og hlutverkaleysi fatlaðs fólk. Þannig að bravo ÖBI, þetta flott hjá ykkur. Nú, hér á landi eru fá dæmi þess að fatlað fólk hafi unnið meðvitað og markvisst í anda fötlunarlistar eins og þekkist í Bretlandi og Bandaríkjunum,
en það eru mjög mörg dæmi þess að fatlað fólk noti skapandi aðferðir og húmor í andófi. Nú þau verk sem hafa verið unnin eiga það mörg sameiginlegt að vera nota svona kaldhæðinn húmor til að koma reynslu af misrétti á framfæri, en með húmor oftar en ekki hægt að tala tæpitungulaust þá reynslu sem margt fatlað fólk hefur orðið fyrir. En svona myndirnar sem ég ætla að sýna ykkur hérna úr íslenskum veruleika, þær koma svona úr öllu mögulegu. Ég ætla að byrja á henni Emblu. En innan NPA-miðstöðvarinnar hefur starfað fólk með mismunandi skerðingar saman í baráttunni fyrir mannréttindum fatlaðs fólks og því að lifa sjálfstæðu lífi. Og árið 2011 gaf NPA-miðstöðin í samvinnu við Hallgrím Guðmundsson út ljósmyndabókina Frjáls í því skyni að kynna NPA-miðstöðina og hugmyndafræðinu sjálfstætt líf, en hornsteinn þessara hugmyndafræði notast til persónuleg aðstoð. Ljósmyndirnar í bókinni eru unnar í anda fötlunar menningar og fötlunar pólitíkur og sýna fatlað fólk á báðum kynjum á ólíkum aldri með mismunandi skerðingar sem að tekur virkan þátt í samfélaginu. Myndirnar vísi daglegt líf fólksins og skilgreiningar þess á sjálfstæðu lífi. Og Embla segir hér sjálfstætt líf fyrir mér að vera kona. Hér sjáum við mynd frá Hugarafli, en samtök fólk með geðsjúkdóma hafa mörgfer unnið markvisst gegn fordómum með sýnileika og hérna eitt af svona fjölmörgum verkefni sem Hugarafl hefur staðið fyrir er geðveikt kaffihús sem löngu orðið þjóðþekkt, en þar hafa verið á boðstólunum klikkaðar kökur og brjálaðar uppákomur. Og hér er þessi pólitískur gjörningur sem er í þeim tilgangi að vekja athygli á stöðu fólks með geðsjúkdóma innan heilbrigðiskerfisins og samfélagsins. Gjörningurinn geðsjúkileika lausum hala fólst í því að sjúklingi var ekið í sjúkrarúmi frá Kleppi og í Grasagarðinu í Laugardal og aðrir þátttakendur voru klæddir í litrík náttföt og kölluðu slagorð eins og fordóma fjandast til og völ á ekki að vera kvöl. Og táknræn merking gjörningsins var að fólk verða að eiga sér val innan geðheilbrigðisþjónustunnar, vera upplýst kosti og galla ólíkra aðferða og geta tjáð sig án þess að óttast afleiðingar og líðan og heilsu. Og frá upphafi hefur Hugaraflshópurinn verið skapandi í pólitísku andófi sínu og farið ótróna slóðir. Nú, götuhernaðurinn á vefsíðunni öryggi.is er samsafn stuttra sótsvartra og kaldhæðinna myndbanda þar sem meðal annars er gert grín að staðalmyndum af fötluðu fólki. Þetta er sjálfsprottið verkefni sem hefur verið unnið af nokkrum ungum hreyfihömluðum karlmönnum. Og í sumum þessara myndbanda snúa þeir staðalmyndum og hvolf og ögra þannig stöðluðum menningarlegum hugmyndum fötlun og hlutverkaleysi fatlaðs fólks. Og hér sjáum við hjólastólasveitina, en uppistand hefur aukist á Íslandi á undanförnum árum og hafa nokkrir fatlaðir einstaklingar tróð víðs vegar land og uppistandarnir hafa hver á sinn hátt vakið athygli á sýnileiki fatlaðs fólks í samfélaginu. En grínið hefur kannski ekki endilega alltaf beinst að samfélagslegum hindrum undirokum, en svo sannarlega að þá fjallast sumi brandarinn það. Og hér sjáum við ljósmyndagjörningin hennar Kolbrúnardaggar, en hún er sá einstaklingur hér á landi sem hefur unnið hvað markvissasta fötlunarlist. En ljósmyndagjörningur er fullgild þáttaka, er hluta BIA-verkefni hennar sem hún vann við Menntavísindasvið 2011. Hún tók 16 myndir af fólki markmiðið með þessum gjörningi var að vinna gegn ósýnileiki og hlutverkaleysi fatlaðs fólks í menningunni með því að sýna fólki í velmetnum hlutverkum þjóðkunnra einstaklinga tengdum menningu, listum og stjórnmálum. Og efst til vinstri þá sjáum við Hreinn Hafliðason leika Árna Tryggvason leikara, við hlið hans er Gígja Harðardóttir sem Birgitta Jónsdóttir, Jóhann Eyjólfsson sem Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra. Þarna sjáum við Kolbrúnu Dögg í hjólastólnum sem Ernu Ómarsdóttir dansara, Hreinn Hafliðason sem Örn Árnason, Ruth Diego sem Katrínu Jakobs og neðst til vinstri er Erla Kristín sem Selma Björnsdóttir og við hlið hennar er Sigurgeir Atli sem Guðmundur Steingrímsson alþingismaður og síðan Gauti Árnason sem Jóngnar borgarstjóri. Þetta er nú vel gert. Nú Höfsi sem gerði þessar flottu myndir sem við höfum verið að horfa hérna á í dag, myndir sem að sýna fatlað fólk, fólk með CP eins og það vill láta sjá sig sjálft. Hann gerði þennan gjörning með fleirum, en markmið þessa gjörnings er að fá fólk til að staldra við að hugsa og skilja spurningar eftir í huga þess. En hérna sjáum við fatlaðan mann reyna að slíta sig lausan undan yfirráðum sérfræðings og hún er þannig táknræn fyrir það hve mikið fagfólk hefur að segja líf og ákvarðanatöku fatlaðs fólks. Þessi mynd er unnin út frá 3. og 14. grein samnings Sameinuðu þjóðanna
og þær kveða á virðingu fyrir mannlegri reisn, sjálfræði og frelsi til þess að taka eigin ákvarðanir. Hér gjörningur sem að Kolbrún Dögg framkvæmdi hér í Hörpu, að þessi gjörningur, að hún kom hingað, hún fór á snyrtinguna og hún komst að því að speglarnir inn á salerni merkt fyrir fatlaða fólk voru það háir að hún gat ekki séð sig. Svo að með aðstoð NPA að þá gerði hún þennan gjörning og hún skrifaði "Oh my God, láni mér aðgengilegan stiga svo ég geti speglað mig hérna. Hæ, ég þarf að geta séð mig til að varalda mig almennilega. Líf mitt ekki harmleikur, ég vil sjá hvað ég flott og falleg fötluð konu í speglinum. Tilmæli, speglin á hinga niður 90 cm frá gólfi." Ég fór á klóstinn áðan og það hefur orðið við þessu. En fötlunarlist sem sagt fötluðu fólki mikilvægt pólitískt tæki í mannréttindabaráttunni vegna þess að fötlunarlist krefst viðurkenningar á margbreytileikanum og miðar að því að afhjúpa það hvernig menning okkar skapar og skilgreinir fötlun og þá jafnframt hvernig við sjáum, tölum og hugsum fötlun. Við í fötlunarfræðinni fengum sem sagt liðsinni nokkra nemenda við Háskóla Íslands, fallara nemenda, til þess að vinna fyrir okkur kynningamyndband fyrir fötlunarfræðina og þar notum við, eða sem sagt þau gefa okkur nota fötlunarlist og það tekur 1 mínútu og hann Teitur ætlar að setja þetta af stað fyrir mig. Góðan daginn. Við getum ég að tala í samvændi aukið aðgengi hér í Háskólatorgi og auknar leiðarlínur. Halló! Halló, ykkur að tala við mig hérna? Hvernig að tala við hérna í samvændi aukið aðgengi fatlaðra hérna og auknar línur hérna á Háskólatorgi hérna? Öll höfum við okkar sérkenni, en þegar kemur að því að taka þátt í margbreytilegu háskólasamfélagi, þá erum við hluti af heild, því við erum jú öll háskólanemar. Fötlunarfræði ekki bara fyrir fatlað fólk, en hún dregur að sér ólíka hóp nemenda sem gerir miklar kröfur meiri og betri þjónustu. Bætt þjónusta eins hóps skilar sér í bættir þjónustu allra háskólanemenda og eykur leið gæði skólans. Með kraftmikilli námsbraut í fötlunarfræði sýnir Háskóli Íslands hug sinn í verki með margbreytilegu háskólasamfélagi. Takk fyrir. Við þakkum Hannubjörgu fyrir. Þá komið að seinna tónlistaratriðinu. Og það táknmálskórinn Vox Signum og þau skipa Uldís Ósjó, Gunnar Snær Jónsson, Ragnheiður Sara Valdimarsdóttir og Hulda María Halldórsdóttir sem heldur utan starf kórsins ásamt því að starfa einnig sem einsöngvari. Og þau flytja þessi lög, Ó María og Lífið yndislegt. Hvar voru? Þarna þið. Sundi út höfinn blá í 17 ár og sjómennsku kunni hann upp á hár. Hann saknaði alla til stúlkunnar og mynd hennar stöðugt í hjarta hann bar. Ó María, mig langar heim, ó María, mig langar heim, því heima vil ég helst vera, ó María, hjá þér. Í höfnum var að hrókur mikils fagnaðar og heillaði allstaðar stúlkurnar, en meyjarnar aldrei í augunlegin, það átt ekki við hann að rjúfa sín heim. Ó María, mig langar heim, ó
Á þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum örlítinn vonarneista fyrir hvort annað. Í ljósum mánaskini veljum við stund og segi ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir þig. Ég væri ekkert án þín, myrkrið hverfur því að lífið yndislegt, sjáðu það rétt að byrja hér. Lífið yndislegt með Blikandi stjörnur skína himninum á. Hún svarar, ég trúi varla því sem augun mín sjá og segir, ég gef þér hjarta mitt þá skilyrðislaust. Ég veit að þú myndir klífa hæstu hæðir fyrir mig. Ég væri ekkert án þín, myrkrið hverfur því að lífið yndislegt, sjáðu það rétt að byrja hér. Lífið yndislegt með Við þökkum þau hjartanlega fyrir frábæra söng og nú komið að næsta kaffi eða te. Ég að nota þessi tákn sem ég kann. Og gjörðu svo vel. Fórum aðeins fram yfir tíman, nei, bara akkurat á tíma. Vá, rosalega, já.
Sko, ágætu gestir, þá haldið áfram. Nú komið að fötlun í barnabókum og Guðrún Steinþórsdóttir bókmenntafræðingur ætlar að segja okkur allt það. Takk, gjörðu svo vel, Guðrún. Góðan daginn. Barnabækur gegna ýmsum hlutverkum en einna helst skemmta þær lesendum og fræða. Þær eiga þátt í að byggja upp heimsmynd barna og geta kennt þeim hvort heldur sem að virða margbreytileika eða að útskúfun og aðgreining sé sjálfsögð. Þær myndir sem dregnar eru upp af fötlun og fötluðu fólki í barnabókum hafa áhrif á öll börn sem þær lesa, bæði fötluð og ófötluð, enda eru við aldrei á lífsleiðinni eins móttækileg fyrir upplýsingum og í barnæsku. Því hefur verið haldið fram að við lestur skáldsagna þjálfist lesendur í að lesa í hegðun annarra, skoðanir þeirra og viðhorf og eigi þar með auðveldara með að setja sig í spor annarra í hinu daglega lífi. Rannsóknir benda til þess að bækur með fötluðum sögupersónum skrifaðar af skilningi og þekkingu geti breytt viðhorfum og stuðlað að auknu umburðarlyndi. Barnabækur gegna mikilvægu hlutverki við að hjálpa börnum að túlka og skilja veröldina sem þau eru fædd inn í og fötluð börn, rétt eins og ófötluð, þurfa á því að halda að lesa sögupersónur sem svipa til þeirra sjálfra. Barnabækur einnig eina tækifæri margra barna til að kynnast veruleika ólíkra hópa og með hliðsjón af því að bækur geta hjálpað ófötluðum börnum að skilja aðstæður fatlaðra barna brýnt að velta fyrir sér hvaða skilaboð þær senda fötlun og fatlað fólk. Hér ætla ég að ræða birtingarmyndir fötlunar í barnabókum. Fyrirlesturinn unnin upp úr grein okkar Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, Spegill, spegill, herm þú mér, fötlun í barnabókmenntum, sem birtist í bókinni Fötlun og menning. Þessum tíminn naumur mun ég stikla á stóru og einkum ræða hvernig þróunin hefur verið í umfjöllun fötlun í íslenskum barnabókmenntum frá 8. áratugnum og fram til dagsins í dag og hvernig valdar bækur endurspegla samtíma sinn og viðhorf til fatlara á hverjum tíma. Barnabækurnar sem gera fötlun að einhverju leita umfjöllunarefni sínu og standa íslenskum börnum til boða eru bæði íslenskar og erlendar og spanna allt frá ævintýrum og þjóðsögum til nútíma bókmennta. Allar eiga þær þátt í sköpun og viðhaldi ímynda fötlun. Dvergar, tröll, grunnhygnir synir, mállausar eða handalausar konur og skálkar sem eru ýmist eineygðir, einfættir eða einhentir eru allt vel þekktar sögupersónur þjóðsagna og ævintýra. Þegar við hugsum þessar sögur gerum við okkur almennt ekki grein fyrir að við séum að lesa og læra fötlun. Það er líklega vegna þess að frávikið hefur fyrst og fremst verið notað sem líking til að koma ákveðnum persónueiginleikum til skila. Sama má segja sígildar bókmenntir eins og til dæmis Pollýönnu, Gulleyjuna, Pétur Pan og Heiðubækurnar. En í þeim algengt að dregna sig upp einfaldar myndir af fötlun sem maklegum málagjöldum, persónulegum harmleik eða líkingu fyrir ýmist illsku eða góðmennsku. Þessar birtingarmyndir eru einhæfar og fræða lesendur ekkert fötlun eða hvernig að vera fatlaður. Endurútgáfa og endurprentun bóka þessu tagi sem og þjóðsagna og ævintýra afar vinsæl og til þess fallin að gömlum og úrstyrgengnum hugmyndum fötlun haldið af börnum. Endurteknar neikvæðar ímyndir af fötluðu fólki hafa áhrif á hvernig við skiljum fötlun en ung börn eru sérlega móttækileg fyrir slíkum skilaboðum. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að staðalmyndir kyn, kynþætti og líkamlega færni geta haft áhrif á börn niður í 3 ára aldur. Fyrstu bækurnar sem gerðu fötlun og veruleika fatlaðra barna sérstaklega viðfangsefni sínu komu út á Íslandi miðja síðustu öld. Bækurnar voru örfáar og sá skilningur sem þar birtist var í anda læknisfræðilegra sjónarhorna á fötlun og gaf ekki góða mynd af lífi og aðstæðum fatlaðra barna. Í þeim var litið á skerðinguna sem uppsprettu alla þeirra erfiðleika sem fatlað fólk stendur frammi fyrir en horft fram hjá þætti menningar og umhverfis í að skapa fötlun. Og eftir árið 1975 var breyting á. Samfara þróun lagasetninga og hugmyndafræði eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku og skólan aðgreiningar fjölgaði íslenskum bókum sem fjalla fötluð börn og veruleika þeirra og þá sérstaklega börn með þroskahömlun.
Dæmi íslenskar bækur skrifar í þessum dúr eru Tóbíasbækurnar eftir Magneu frá Kleifum sem gefnar voru út á árunum 1982 til 1987. Á þeim tíma var mikið lagt upp úr því að skrifa raunverulegar aðstæður barna og í bókunum er lögð áhersla á sinnuleysi foreldra, jafnréttisbaráttu og fræðslu. Í fyrstu bókinni, Tóbías og Tinna, er Tóbías 5 ára gamall. Hann finnur til minnimáttakenndar vegna þess að annar fótur hans er styttri en hinn. Hann er uppnefndur Tobbi skakkalöpp að jafnaldrum sínum, auk þess sem margir fullorðnir líta hann hornauga. Í huga Tóbíasar er stutti fóturinn stórt vandamál. Hann finnur hann er frábrugðinn öðrum börnum og líður eins og hann sé gallaður. Í lok sögu hitta Tóbías og Tinna vinkona hans dreng á aldur við þau sem er með þroskahömlun. Strákurinn kann hvorki að tala né ganga og slefar mikið. Hlutverk drengsins í sögunni er að breyta heimsinn Tóbíasar og hjálpa honum að sættast við sjálfan sig eins og hann er. Þannig verður Tóbías venjulegu drengur í samanburði við ómennsku veruna sem hvorki talar né gengur. Með því að skapa ýkta aukapersonu til að sýna massi verra en hreyfihömlun styrkir höfundur ómeðvita staðalmyndir af mikið fötluðu fólki sem ekki að fullu mennst og viðfeng vorkunnar. Í gegnum slíka persónusköpun eru börn líkleg til að óttast eða vorkenna sögupersónunni. Og í stað þess að öðlast skilning læra börn að það er munur á fötluðu fólki og ófötluðu. Einn þekktasta fatlaða sögupersonan í íslenskum barnabókmenntum er sennilega Selma sem er aukapersona í bókinni Meira Jón Odd og Jón Bjarna eftir Guðrúnu Helgadóttur. Bókin kom út fyrir tæpum 40 árum en á þeim tíma sem liðið hefur hafa miklar breytingar átt sér stað í málefnum fatlaðs fólks hér á landi. Í bókinni kemur fram ákveðin þjóðfélagsgagnrýni en þegar saman var skrifuð var réttur fólks með þroskahömlun lítilsvirtur. Í sögunni er Selmu lýst sem undarlegri útlits en þar segir. Hún var voða skrítin í framan og hegðaði sér ekki eins og venjulegt barn. Hún ranghvolfdi augunum og slefaði ennþá, þó hún væri 4 ára og tvíburunum fannst hún ljót í framan. Áherslan í bók Guðrúnar er að kenna umburðarlyndi, að það sé í lagi að vera öðruvísi og ekki megi dæma fólk út frá persónueinkennum þess. Með því að skapa sögupersónuna Selmu gerði höfundur börn með þroskahömlun sýnileg og dró fram hugmyndir jöfnuð og eðlilegt líf. Guðrún leggur sig fram að sýna raunsanna mynd og hluti af því er dauði Selmu. Hlutverk dauðans er þó annað en í gömlu klassísku bókunum þar sem dauðinn var jafnan talinn fyrir bestu því á þessum tíma voru lífslíkur margra fatlaðra barna minni en nú. Í þessu samhengi má nefna að fram undir 1980 áttu börn með Downs-heilkenni og ýmsar aðrar fatlanir ekki kost á viðeigandi læknishjálp vegna hjartagalla. Lítið var gefið út af bókum sem gerðu fötlun umfjöllunarefni sínu þar til hálfum öðrum áratug síðar þegar út komu 3 barnabækur sem innihéldu sögupersónu með þroskahömlun. Þær eru Fjólubláir dagar eftir Kristínu Steinsdóttur og Álagadalurinn og Leyndarmál gamla hússins eftir Heiði Baldursdóttur. Á þessum tíma var ný hugsun og ný hugmyndafræði eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku fatlaðs fólks orðin að veruleika í gegnum lagasetningar. Bókin Fjólubláir dagar eftir Kristínu Steinsdóttur er frá árinu 1991. Þar er Bjartmar þroskahamlaður drengur í aukahlutverki. Bjartmar er lýst sem einföldum og heiðarlegum dreng. Hann gerir aðeins það sem hann finnst rétt að gera og er algjörlega ósnertur af þeim átökum og félagsþrýstingi sem ófatlaður bróðir hans finnur fyrir. Líklega er ein af sögupersónunum fötluð til þess að fræða lesendur og varpa ljós á hvernig er að alast upp með fötluðu systkini en jafnframt til að sýna misjöfn viðhorf samfélagsins gagnvart fötluðum börnum. Þrátt fyrir að greinilega sé vanda til verksins er lýsingin á Bjartmari og aðstæðum hans nokkuð einhliða og hættir við að hún styrki frekar heldur en vinni gegn algengum staðalmyndum af fólki með þroskahömlun sem algóðu og saklausu. Heiður Baldursdóttir skrifaði 2 bækur þar sem fatlaðar sögupersónur koma fyrir. Annars vegar Álagadalinn sem kom út árið 1989 og hins vegar Leyndarmál gamla hússins sem kom út 2 árum síðar. Í seinni bókinni, Leyndarmáli gamla hússins, er aðalpersóna bókarinnar Guðrún þroskahömluð. Þetta er líklega fyrsta íslenska barnabókin þar sem fötluð sögupersóna gegnir aðalhlutverki. Guðrún er 10 ára gömul og nýflutt til bæjarins.
Hún tekin inn í sinn heimaskóla, eignast vini í nágrenninu og gegnir mikilvægu hlutverki í að leysa glæpamál. Í upphafi sögunar Guðrúnu lýst út frá sjónarhorni annarrar stúlku, Bjarkar. Guðrún ekki sæt, hún stirð í gangi, augun virka risastór bak við gleraugun og það tekur hana langan tíma að hugsa og komast Eins og í mörgum öðrum bókum lögð áhersla á ýkt útlitseinkenni og það sem gerir börn með þroskahömlun frábrugðin öðrum börnum bæði líkamlega og andlega. Eftir því sem líður á söguna gefur höfundur persónu Guðrúnar meira vægi og hún færist að jaðri sögunar og inn að miðju. Sagan skrifuð í fyrstu persónu en ýmist frá sjónarhorni Guðrúnar eða Bjarkar svo lesandinn fær að upplifa hugsanir og reynslu þeirra beggja. Þar með getur hann öðlast skilning á hvernig að vera fatlaður og eins hvaða augum aðrir kunna að líta fatlaða einstaklinginn. Þessar bækur endurspegla þær miklu breytingar sem orðið hafa samfélagslegri stöðu fatlaðs fólks undanfarna áratugi og birtist í auknum lagalegum og félagslegum réttindum. Þróun birtingamynda fötlunar og fatlaðs fólks í íslenskum barnabókum þó ekki línuleg. Árið 2003 kom út bókin Blinda stúlkan eftir Helga Jónsson, en hún byggir á margan hátt á gömlum og úr sér gengnum hugmyndum. Aðalpersóna verksins Sveinsína, en þegar hún var 8 ára varð hún fyrir slysi með þeim afleiðingum að hún missti sjónina og í sömu mund vinsældir sínar innan fjölskyldunar, en í sögunni segir: Sveinsína var ekki lengur eftirlæti föður síns. Hún var ekki lengur vinsæl meðal systkina sinna. Anton bróðir bað hann ekki lengur að kenna sér að lesa. Nei, ekki lengur. Hún hafði mist sjónina í sviphendingu og nú mátti skammana fyrir að gera ekki lengur gagn. Hún var orðin að aumingja. Hún mátti kallast heppin að vera ekki hreppsómagi. Allt vegna þess að hún var blind. Sveinsínu lýst sem skrítin til augnanna og börn í sveitinni svo hræðast hana. Í sögunni kemur bersýnilega fram að Sveinsína sé byrð á fjölskyldu sinni. Bæði hún ekki sá vinnukraftur sem hún var áður og eins finnst sumum fjölskyldumeðlimum hún vera fjölskyldunni til skammar. Sveinsína minnir í mörgum á staðalímyndir klassískra stúlknabóka því bæði hún einstaklega góð og hún læknast eins og fyrir kraftaverk þegar aðkomaður sem ætlar að ræna fjölskyldu hennar lemur hann í höfuð með spýtu sem verður til þess að hún fær sjónina aftur. Ekki nóg með að Sveinsína fái sjónina á ný, heldur verður hún hetja í augum fjölskyldunar vegna þess að henni tekst að stöðva þjófun og bjarga eigum fjölskyldunar. Allar lýsingar á Sveinsínu og fötlun hennar markast að staðalmyndum. Hún algóð, æðrulaus og trúrækin. Blindun líkt við svarta myrkur og lýst hræðilegum örlögum, Guðs vilja og útskúfun. Efnistök merkileg fyrir þær sakir að sagan kemur út árið 2003 þegar mikil vakning hefur orðið í umræðu blinda einstaklinga, getu þeirra og færni. Bókin Ilmur eftir Andrés Indriðason kom út árið 2004 en hún af allt öðru tagi en Blinda stúlkan. Sagan í hópi þeirra bóka sem eru skrifaðar í þeim tilgangi að fræða börn og unglinga fötlun. Í gegnum samræður Ilmar sem blind og bekkjarfélag hennar læra lesendur algengar ranghugmyndir blinda einstaklinga, auk þess sem þeir fræðast punktaletur, mikilvægi hvítastafsins og þau vandræði sem bílar sem lagt upp á gangstétt geta valdið blindu og sjónskertu fólki. Brynhildur Þórarinsdóttir hefur skrifað 2 bækur vinina Nonna og Selmu. Annars vegar Nonni og Selma, 4 í 1. bekk, sem kom út árið 2007 og hins vegar Nonni og Selma, 4 í fríinu, sem kom út árið síðar. Sögurnar voru sérstaklega skrifað með það í huga að bæta úr skorti á barnabókum með hreyfihömluðu barni í aðalhlutverki en höfundur fékk styrk frá CP-félaginu til að skrifa bækurnar. Það sem vakir fyrir höfundi að fræða lesendur hreyfihömlun og sýna hana sem eðlilegan hluta af mannlegum margbreytileika. Nonni sýndur eins og hver annar venjulegur strákur, en það eina sem gerir hann öðruvísi hann með latalöpp og það stundum að notast við göngugrind eða hjólastól. Hann mjög klókur og flinkur í myndlist, en ólíkt honum Selma vinkona hans alls ekki góð í myndlist en afar dugleg í íþróttum. Með því að tefla saman andstæðum tekst vel að sýna fram á að allir hafa hæfileika en þeir geta legið á ólíkum sviðum. Boðskapurinn augljós og líklegt að börn dragi það lærdóm af sögunni að fötluð börn sé ekki frábrugðin öðrum börnum. Dæmi bækur með meira skemmtanagildi þar sem fatlaðar sögupersónur koma fyrir eru bækur Yrsu Sigurðardóttur, Þar lágu Danir í því frá árinu 1998
og bíóbörn frá árinu 2003. Skáldsagan Það lágu Danir í því ærsla og skemmtisaga með farsægivafi. Palli, önnur aðalpersonan, einfættur. Það einkennandi í sögunni að börnin hafa mun minni áhyggjur af eða áhuga á fótleysinu en hinir fullorðnu. Glódís, vinkona Palla, telur hann til að mynda ekki vera fatlaðan vegna þess að hann fæddist einfættur, eins og segir í sögunni. Hann Páll vinur þinn virðist taka fötlun sinni vel, grípur lögreglumaðurinn fram í. Hvað meinarðu? Segi ég hálf pirruð yfir því að vera trufluð því ég var loks komin á skrið. Palli ekkert fatlaður. Það bara vantar á hann fót. Hann hefur alltaf verið bara með einn. Maður getur ekki verið fatlaður nema það gerist eftir að maður fæðist. Í umferðarslysi eða svoleiðis. Hefur ekki séð auglýsingarnar í sjónvarpinu? Ég hissa á því að löggan veit ekki betur. Með því að notast við kímni og kátínu tekst höfundi að gera fötlun Palla að algjöru aukadriði í persónulýsingu hans. Viðhorf barnanna til fötlunarinnar undirstrika enn frekar að fötlunin alls ekki áhyggjuefni, heldur hluti af því hver Palli og staðfesti þannig fyrir lesandanum að þessi lagi að vera öðruvísi. Það þó umhugsunarefni hversu ríkt það í menningu okkar að nota sem hrós við fatlaða manneskju að hún sé ekki fötluð. Höfundur enga sér vel meðvitaður algengar ranghugmyndir eins og bersýnilega kemur fram í staðhæfingu Glódísar að fötlun geti ekki átt sér stað fyrr en eftir fæðingu. Með henni gerir höfundur grín að velþekktum sjónvarpsauglýsingum þess tíma sem dró upp mynd af fötlun sem afleiðingu óvarkárs aksturs og víti til varnaðar og styrkti þannig útbreiddar hugmyndir að verstu hugsanlegu örlög fólks og verri en dauðinn sé fötlun. Bækur yrsu í takt við þá þróun sem átt sér stað síðustu 2 áratugi en vaxandi áhersla hefur verið á að skrifa bækur sem hafa mikið skemmtanagildi, áhugaverða fléttu og upplýsi leiðinni á áreinslausan hátt aðstæður fatlaðra barna án þess að lesandi sé meðvitaður fræðsluna. Góð dæmi erlendar bækur af þessu tagi eru furðulegt háttalag Hunds nótt eftir Mark Haddon og Blaðurskjóða eftir Morris Gleitzmann. Þær bækur gera þó mun betri grein fyrir þýðingu þess að vera fatlaður en íslensku bækurnar hafa gert. Greinlegt að skilaboðin sem íslensk börn fá fötlun og fatlað fólk í gegnum barnabókmenntir eru bæði margvísleg og mótsagnarkennd þar sem sögupersónur eru ýmist sýndar sem eðlilegur hluti af mannlegu margbreytileika, ógnandi eða aumkunarverðar. Það þó ljóst að jákvæð þróun hefur orðið í skrifum á íslenskum barnabókmenntum frá 8. áratugnum því sumar nýrri bækur endurspegla mun raunverulegri mynd að því hvernig það að vera fatlaður en eldri bækur gera. En eins og nefnt var í upphafi engu að síður hætta á að nýrri bækur falli í skuggann af þjóðsögum, ævintýrum og klassískum sögum sem hafa verið endurútgefnar í hinum ýmsu formum á aðra öld. Þótt gömlu ævintýrin sé ekki fatlað fólk heldur miklu frekar góðsagnaverur og að klassísku bækurnar fjalla ekki fötluð börn heldur noti skerðingar til að skapa hughrif og koma ákveðnum skilaboðum á framfæri, má ekki vanmeta þátt þeirra í að móta hugmyndir barna fötlun og fatlað fólk. Það þó ljóst að sú þróun sem hefur orðið á undanförnum áratugum á því hvernig við skiljum fötlun farin að skila sér inn í íslenska barnabækur og eftir því sem þeim fjölgar verður meira jafnvægi á milli þeirra og eldra efnis. Ég held því að við getum öll verið vongóð að íslenskir rithöfundar haldi áfram á sömu braut. Það að skapa nýjar og ferskar myndir af fötluðum börnum, fyrirmyndir sem eru til þess fallnar að auka skilning og stuðla opnara samfélagi. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir Guðrún. Já, þá komið að, það nú saga að segja frá því. Það ekki? Býtum nú við. Nei, staða fatlaðs fólks í íslensku, hvernig gat mér sett yfir þetta Eiríkur. Eiríkur Smith, doktorsnemi við félagsvísindasvið Háskóla Íslands, hann ætlar að fjalla stöðu fatlaðs fólks í íslensku bændasamfélagi. Gjörðu svo vel, Eiríkur. Takk þér. Já, mér langar svona á að byrja að kannski árétta það að ég hvorki lærður sagnfræðingur né í nám í sagnfræði. Þessi bókakafli sem þetta erindi byggir á var að svona öðrum þræði
gerðu til þess að fylla í gap sem var til staðar varðandi lesefni í fötlunarfræði sem gat rakið sögu fatlaðs fólks hér á landi á svona frekar yfirborðslegan hátt. En kaflinn einnig liður í því að greina það sem við kalla ættartal, þess kerfi sem fatlað fólk býr í dag. Svona tilraun til þess að rekja í gegnum valdatengsl og tilkomu áhrifafla, það sem liggur til grundvallar skilningi samfélagsins á fötlun. Og ég ætla að fara yfir næstu 1000 ára sögu á 20 mínútum. En ég ætla að byrja á því að fara fyrst í það hverjir getur talast fatlaðir á þessum tíma, samkvæmt svona nútíma skilgreiningum, og fara síðan í ómaga og framfærslu löggjöfina áður en ég fer aðeins yfir þessar svona 2 stofnanir sem voru við lýði, það er síðan klaustrin og hospítalana sem einhvern hátt tengjast fötluðu fólki á þessu tímabili. En áður en farið yfir söguna er nauðsynlegt að benda á að hugtakið fötlun fellur ekki vel að samfélagsmynd eða merkingarheimi íslensks samfélags á því tímabili sem hér ræðir. Það þýðir samt hvorki að fatlað fólk hafi ekki verið til í bandasamfélaginu eða það hafi ekki búið við félagslega mismunun fyrir þann tíma, heldur eingöngu að ekki var komið á fót sérstökum stofnunum eða gripið til stjórnvaldsaðgerða gert í því skyni að hlutast til aðstæður fatlaðs fólks. Á sama hátt var skilningur á skerðingum ekki læknisfræðilegur þrátt fyrir að í mörgum tilvikum væri sýnilegt að þær hömluðu líkamlegri færni og krefðust umönnunar. Þegar leitað var skýring á skerðingum byggðust þær á menningarbundnum bábiljum í bland við kristnar kenningar sem gerðu skerðinguna ýmist að viðfangi góðverka eða að tákmynd ómennsku og djöfuldóms. Slíkar lýsingar gerðu skerðingarnar að persónulegu vandamáli sem æskilegt var að leysa með tiltækum ráðum. Lækningarnar og frásynjar þeim urðu oft yfirnáttúrulegar, ekki síst þegar þeim var ætlað að bæta ímynd dýrlinga eða kraftaverkafólks. Frásögnunum ber hins vegar að taka með vissri varúð, þar sem þær eru ekki endilega lýsandi fyrir almennan skilning fólks á skerðingum og viðhorfum í garð fatlaðs fólks. Tilgangur þeirra var að draga fram yfirnáttúrulega krafta vissra manna fremur en ónáttúrulegt eðli skýringan endilega. Við höfum engar heimildir fyrir því hversu mikla trú fólk lagði í skýringarnar að fötlun væri ómennska eða synd, og að það að einhver hafi leitað í þjóðtrúna segir aðeins takmarkaða sögu, því hvert annað átti fólk að leita lausna þegar það óskaði lækningar eða náðar. Valdið til að greina skerðinguna og ákvarða aðstoð var í höndum kirkjunar og valdra embættismanna innan stjórnkerfisins. Þrátt fyrir að ákvörðunin þessara aðala hafi hugsanlega byggst að talsverðu leyti á hugmyndum þeirra vinnufærni, þá voru viðmiðin líkast til allt önnur en í dag og auðvitað huglægari. Rannsóknir á fornum beinagrindum gefa til kynna að lífskjör og lifnaðarhættir almennings á þessum tíma hafi tekið sinn toll á líkamlegt ástand fólks og það má velta fyrir sér hvaða áhrif harðneskjulegt umhverfið og jafnvel líkamleg vanlíðan vegna þess að fólk þjáðist jafnvel af vegna sársauka vegna sína líkamlegu skerðingar sem það fékk ekki bóta á. Hvað áhrif þetta hefur haft á geðheilsuna síðan. Beinleifarnar segja til að fólk hafi að miklu leyti verið útslitið af líkamlegu álagi, gigt, áverkum eftir sjúkdóm eða slys og vannæringu og því líklegt að fleiri hafi borið merki einhvers konar skerðingu. Það gefur vísbendingar að allavega ákveðnar skerðingar hafi verið tiltölulega sjálfsagðar og það hafi ekki haft hamlandi áhrif á hlutverk fólks í samfélaginu. Það hafi verið meðtekið og ekki brennimert. Fyrir utan fáeinar lýsingar í bókmenntum almennt ekki vísað sérstaklega til fatlaðs fólks í heimildum á þessu tímabili. Náið samspilið við fátæktina gera það að verkum að það var utangars í samfélaginu og fyrirferðarlítið í samtíma frásögnum. Stór hluti sögu fatlaðs fólks þar af leiðandi óskráður eða felldur inn í ritaðar heimildir fátæklinga og ómaga. Það er hægt að túlka þöggunina á þann veg að fólk með skerðingu hafi verið svo hversdagslegt fyrirbæri og samofið daglegum veruleika bændasamfélagsins að það þótti ekki ástæða til að geta eða ræða sérstaklega það. Í samfélagi þjökuð af skorti nauðsýna, farandsjúkdómum og gríðarlegu líkamlegu og andlegu álagi urðu skilin milli fátæktar og fötlunar þá óljós að nánast ógerningur var að gera skarpan greinamun á þessum hópum. Samkvæmt því hefur fatlað fólk einfaldlega verið álitið óræðanlegur hluti þess fátæka og valdalausa fólks sem stóð fyrir bróðurparti samfélagsins og að sjaldan getið sérstaklega í heimildum.
Þannig að vera fatlaður í bandasamfélaginu, ef svo má orði komast, var sambland þess að hafa ekki til að bera líkamlega færni eða vera álitinn vanfær til að taka þátt í þrotlausri lífsbjargarviðleitni bændasamfélagsins og svo félagslegar undirokunar eða fátæktir í samhengi við það efnahagslega og félagslega umhverfi sem var til staðar. Og þetta átti langt í frá við allt fólk með skerðingu. Og ekki samt svo að skilja að fatlað fólk hafi ekki unnið, því flestir voru látnir sinna einhvers konar störfum á heimilum og skipti þá líkamlegt og eða sálrænt ástand fólks ekki öllu. Vinnan var álitin nauðsynlegu hluti þess að taka þátt í samfélaginu og mikilvægt atriði til að réttlæta framfærsluna sem eins konar endurgreiðsla á meðgjöfinni. Nánari skilgreining á fötluðu fólki þessa tímabils þeim annmarka háð að hún skarast við stöðu barna og eldra fólks, sem sömuleiðis var álitið vanfært sem og aðstæður fátæksfólks. Þessi óskörpu skil milli fátæktar og fötlunar eru sýnilegast í notkun hugtaka yfir þessa tvo hópa í opinberum heimildum fram að komu læknisfræðilegra skilgreininga við lok 19. aldar. Algengast að vísa sér til þeirra á stéttbundinn hátt sem ómaga eða niðursetninga án frekari útlistunar á ástæðum sem gátu legið þar að baki eða þar væri gert ráð fyrir sérstakri aðhlýningu af þeim sökum. Ómögum má skipta í tvo hópa, en ljóst að hvorum sig innihélt fatlað fólk þótt hugsanlegt sé að samsetning hópana hafi verið ólík með tilliti til skerðinga. Annars voru það erfðaómagar sem var á framfæri ættingja. Frumskyldan var sú að fólk sæi foreldrum sínum farboða þegar þeir mistu heilsu. Því næst bar fólki skylda til að sjá börnin sínum, en viðmiðið var að þau hyrfu af ómagaframfærslu 16 ára og væru þau á annað borð það sem kallast heil og verkfær. Væri börnin fötluð bar foreldrunum að sjá þeim áfram fyrir framfærslu á fullorðinsaldri eða allt þar til að foreldrunum sjálfum brást heilsa. Þá féll framfærslu ábyrgðin í hendur systkina eða annarra aflögufæra ættingja. Aðrir ómagar voru sveitarómagar. Það fólk sem þurfti að leita til sveitar sína framfærslu. Þeir gátu komið til af mörgum ástæðum, svo sem þegar fatlað fólk átti enga aflögufæra ættingja á lífi. Þar gat framfærslan verið kennd við manneldi, sem fólst í því að láta ómaga flakka skipulega á milli bæja innan þess hrepps sem það var uppalið og njóta uppihalds þar. Notkun skilgreininga eins og ómagi og niðursetningur var fyrst og fremst ætlað að ná utan framfærslu þeirra sem voru sagðir minna mega sín og þurftu aðstoð til að lifa af. Hún var nátengd kristnum hugmyndum náð og ölmusugjöf þar sem treyst var á að fólk væri forsorgað fyrir Guðs skuld sem miskunnarskepnur. Enda mikilvægt hverjum efnamanni sem vildi njóta náðar í augum Guðs að sýna góðmennsku sína í verki. Má segja að í merkingu hugtakana komi saman lagaskylda meitluð eftir þörfum bændasamfélagsins og tilraunir kirkjuna til að halda félagslegu taumhaldi á samfélagið. Ómagar voru í senn álitnir baggi og upp á náð annara komnir. Sú breyting var við kristnitökuna að kaþólska kirkjan reyndi eftir mætti að temja þjóðfélagið að siðferðilegum gildum sínum og sýni í verki áhrif sín á félagsgerðina. Tilraunin mætti þó ákveðna andstöðu frá bændum sem vildu framtíða löggjöf sem taki mið af íslenskum veruleika og viðhéldu stöðuleika í samfélaginu. Þeir vildu koma á kerfi sem sæi að dreifa ábyrgðina á framfærslu þeirra sem höfðu ekki aldur eða heilsu til að vinna og reyna þannig að sporna við upplausn heimila. Hætta var á að heimili sem átti í erfiðleikum hreinlega flosnuðu upp þegar skortur varð á nauðsynjum. Þetta gat ýtt undir mótun eignalaus þjóðfélagshóps sem fór á vergang. Strjálbýlt og kuldalegt landið bauð ekki upp á aðstæður til að börn, fatlað fólk og aldrað geti séð fyrir sér með betli á almenningssvæðum og kirkjan var á þessum tíma enn og veikburða til að veita þeim hæli. En nærvera kirkjunar á mótunárum elstu hluta Grágásar var þó nægilega sterk til að siðaboðskapur kristinnar næði samhljómi við áherslur bændana, en samkvæmt honum var ótækt að sýna fátæklingum ekki náð og miskunn. Það var því að samkomulagi að styrkja heimilin fjárhagslega til að sjá þá sem voru vanfæri til vinnu og komi í veg fyrir að þeir liðu alvarlegan skort. Þannig mótaðist framsækin framfærslulöggjöf þar sem eignafólki var gert skylt af Guðs skuld að sjá þeim fyrir lífsviðurværi sem ekki voru sjálfum sér nægir. Þar sem ekkert framkvæmdavald tók við löggjafanum var þörf á einföldu fyrirkomulagi til að sjá innheimtu Guðskuldarinnar og dreifingu hennar. Þar kom tvennt til. Annars vegar festi kristinalaga þáttur Grágásar í sessi skattkerfi kirkjunar, það 10.
þar sem þess var gætt að fjórðungur rynni til þeirra sem væri þurfandi. Og hins vegar farið þau í stjórnskipan aðra félagslega stofnun, hreppinn, sem sá að dreifa skatttekjunum til þurfandi heimila sem höfðu ómaga á framfæri. Lögin byggð og ríkjandi hefð að framfærsla ómaga ætti að vera á ábyrgð nánustu ættingja. Ef sá möguleiki var ekki fyrir hendi, var ómaginn færður á ábyrgð sveitarinnar og þessum áherslum fátækraframfærslunar var í megindráttum viðhaldið í næstu lögbók Íslendinga Jónsbók sem var lögtekin 1281. Síðar meir var til sá háttur að ómagi gat verið dæmdur nýr framfærsluaðili og hann settur niðurseta á það heimili til lengri tíma með tilheyrandi styrk frá hreppnum. Þessi skipan kann að hafa komið til í tengslum við erfiðleika við framkvæmd á manneldinu. Samkvæmt Jónsbók var skylt að flytja þá ómaga sem væri ekki færir slíkt. Væntanlega hafa komið upp efasemdir hvort slíkur flutningur felli ávallt að þörfum fólks með tilliti til aldurs og heilsufars. Niðursetan gat því einnig verið hugsuð sem með skerðingar fólks í huga, enda misæskilegt og auðvelt að flytja fólk milli bæja, ásamt því það gat reynst erfiðleikum bundið að veita fólki með umtalsverða skerðingar þá umönnun sem það þarfnaðist. Dæmi að fólk sem þurfti umönnun hafi verið sett niður á bæi í umsjón kvenna og í sumum hreppskrám má jafnvel finna mat hreppstjóra á umönnunarþörf, niðursetnings og framfærslu ígildi þeirra. Heimilið sem félagsleg stofnun var þar með að undirstöðu fyrir velferð ómaga og í raun eina úrræði samkvæmt lögum sem var fært að veita þeim einhvers konar félagslega vernd. Í þeirri viðleitni að skapa fjárhagslegan grundvöll að fyrirkomninu var treyst á samábyrgð samfélagsins í formi altækra kristinna skattareglna. Að því litunum til má segja að með lagaákvæðum ómagaframfærslu hafi verið reynt að veita fötluðu fólki og öðrum ómögum lágmarks lífskjör og vilji sýndu til að standa vörð lífsrétt þeirra. Vísbendingar eru einnig að fatlað fólk hafi í flestum tilvikum geta treyst á stuðningsnet nærsamfélagsins og hafi aðlagast samfélaginu eftir því sem kostur var á. Þrátt fyrir að til séu frásagnir af grimmulegri meðferð á niðursetningum, þá má jafnframt greina að það þótti mikil skömm meðal nærsveitunga ef ómögum var ekki sinnt af miskunnsemi og það flokkaðist sem refsivert afbrot. Á sama hátt má finna dæmi stranga dóma þegar svikist var undan því að greiða fátækratíðindina. Hins vegar ber að hafa í huga að framfærslu löggjöfin veitti ómögum litla réttarvernd gegn misbeitingu inn á heimilinu og gaf þeim ekki aukið manngildi í samfélaginu. Þvert á móti endurspeglar hún það viðhorf að framfærsluskyldan hafi þótt mikil byrði á fjölskyldur og samfélag. Í raun slík að setja þurfti sérstöku lög til að koma böndum á fjölgun ómaga og leggja hömlur á að ættingjar reyndu að forðast að taka við þeim. Löggjöfin birti þannig mynd af þjóðfélagshópi sem var álitinn annars flokks og réttlætanlegt þótti að byggja við verulega skert réttindi. Sem dæmi voru það ekki ómagar sem fengu úthlutað úr tíundinni, heldur fóru bætunar alfarið til þeirra húsbænda sem sáu framfærsluna. Framfærslulöggjöfin var einstök á margan hátt en ekki síst fyrir að sakir að með henni var komið á fót félagslegu kerfi sem var óháð kirkjunni og konungsvaldinu. Fyrir vikið var það ekki bundið miðstýrið stjórnkerfi og geraði verkum að það lifði af þar margvíslegu breytingar sem urðu á stjórnkerfi og menningu eftir siðaskiptin. Stjórninu var alla tíð í höndum hreppstjóra og sýslumanna og krafðist ekki sérstakra þekkingar eða ábyrgðar á félagslegum aðstæðum ómaga. Framfærslulöggjöfin tók mið af félagsgerð sem ríkti hér á landi fram á 20. öld, enda hélst hún stofnuð til fram til ársins 1936 þegar sett voru lög almannatryggingar og ómagar fengu borgaralegi réttindi. Evrópsk miðaldaklaustur gegndu jafnan veigamiklu hlutverki sem félagslegar stofnanir og sýnt þykir að það sama hafi verið på teningum hér á landi. Kirkjan greip því inn í samfélag á kerfisbundinn hátt þó þau inngrip var ekki samofin stjórnskipanenni á sama hátt og í Evrópu. Klaustrin einfaldlega aðlögðust íslenskum aðstæðum og mótuðu sér hlutverk eftir því. Fyrir utan að vera miðstöðvar viðskipta, menningar og menntunar virðast klaustrin jafnframt hafa verið hæli þar sem fólki var gert mögulegt að leita náðar. Uppgröftur klausturbyggingarinn á Skriðu í Fljótsdal gefur til dæmis vísbendingar að þar hafi fólk í talsverðum mæli leitað sér umönnunar. Þar hafa fundist margvísleg tól til lækninga, leifar matjurtagarða þar sem þekktar lækningajurtir voru ræktaðar og beinleifar fólks með margvíslegar skerðingar og sjúkdóma. Sum klaustrin kunna því hafa verið hospital eða hjúkrunarsetur samkvæmt kaþólskri fyrirmynd.
Hlutverk slíkra klaustra var ekki endilega að ráða bóta á meinum fólks, enda skorti klaustrin læknisfræðilega þekkingu til þess, ásamt því að slíkt var álitið krefjast guðlegrar íhlutunar og var mætti reglur bræðra og systra. Klaustrin sinntu fyrst og fremst almennri hjúkrun og umönnun, auk þess að ala önn fyrir fátæku fólki. Og umönnunin og önnur umfangsmikil starfsemi klaustranna kalla á fjármagn til að standa undir rekstri þeirra. Klaustrin höfðu ýmis ráð til að fjármagna reksturinn og áttu fjölda jarða sem þau notuðu til eigin þarfa eða leiðu notaf. Þá þykir ljóst að þau einnig haft nokkur umsvif í viðskiptum hérlendis og notið styrkja frá nærsamfélaginu sem naut einnig góðs af náleiðinni við klaustrin. Það sem mestu skipti þó var að fjármál klaustranna og dagleg starfsemi þeirra voru óháð stjórnsýslulegu valdi þar sem þeir voru sjálfseignar stofnanir. Þau sóttu skipulag sitt til þekkts þjónustulíkans innan heildstæðs stjórnkerfis kaþólsku kirkjunnar sem tryggði þeim í senn virðingu og ráðandi hlutverk í samfélaginu. Slíkt skipulag auðveldaði klaustrunum að aðlaga sig að staðfélaginu og nýta sér aðföng þess sér til framdráttar. Til viðbótar voru þau ekki háð launuðu vinnuafli. Því reglubræður og systur átt að vera knúin áfram að náð og miskunnsemi sem voru að samanskapi drifkrafti þeirra góðgerra hugsunar sem lága baki styrkveitingum til klaustrana. Frá þeim rúmum 60 árum sem Skriðuklaustur var starfrækt hafa fundist grafir tæplega 300 manna. Þaraf ber rúmur meiri hluti þeirra ummerki skerðinga og sjúkdóma sem gætu haft hamlandi áhrif á líf fólks. Af þeim líkamslegum sem greindar hafa verið bera margar með sér áverka á stóðkerfinu, til dæmis vegna beinbrota eða slits sem hafa ágerst vegna umhverfislegra þátta og hugsanlega orsaka skerðingu eða fötlun. Hafa ber í huga að fjöldi beinagreinda fatlaðs fólks geti verið meiri því sumar skerðingar, til dæmis sjón- og heyrnarskerðing, þroskahömlun og geðrænir erfiðleikar skilja ekki eftir sig ummerki á beinum fólks. Þá hafa einnig fundist leifar beinagrindar af fullorðnum manni sem líkur eru á að hafi verið aflimaður. En einna athyglisverðastar eru hins vegar líkamslegar fólks sem mikla líkur eru á að hafa verið með meðfæddar skerðingar. Til dæmis verið holgóma með klofinn hrygg, heilalömun, Passets heilkenni og Downs heilkenni. Þær gefa annars vegar vísbendingar að fólk með meðfæddar skerðingar hafi notið viðeigandi umönnunar í samfélaginu og geta komist á fullorðinsár. Og hins vegar benda til að einhver klaustrana hafi hugsanlega orðið vísar að fyrstu stofnunum hérlendir sem hýstu og önnuðust meðal annars fatlað fólk. En allt frá síðaskiptunum hafi verið, þegar klaustrunum var lokað þá var knýjandi þörf fyrir stofnanir til að taka á móti því fólki sem áður hefðu leitað á náðir klaustrana. Sem dæmi sendu bæði lögmenn og biskupar landsins beiðni til konungs að koma á fót hospítulum í hverjum landsfjórðungi sem eru fjármagnaðir með ákveðnu upphæð þurfumannatíundinni ásamt svokölluðum spítalafiski. Konungur synjaði beiðninni með þeim rökum að spítalana var ekki þörf meðan fátækir menn gengum í landinu og gætu leitað sér aðstoðar í bæjum. Framfærslulöggjöfin var einfaldlega fullfær að sjá þeim fyrir umönnun. En eftir því sem á leið óx þörfin og tæpri öld seinna ákvað konungur að bregðast við henni með því að setja á stofn 4 spítala. Af tilskipuninum á ráða mestu skipti að reisa spítalana og koma þeim í gagni en útfærslan á hlutverki þeirra og afkoma var látin ráðast af framhaldinu. Stefnuleysi og langvarandi óræði í kringum starf spítalana var þó til þess að það rættist aldrei almennilega úr þeim. Þar komu einkum til veikir innviðir í stjórnkerfinu til að leiða þessar breytingar í gegn. Ein birtingamynd þess var yfirstjórn spítalana og staðsetning hennar í stjórnkerfinu. Stjórnunin var sett í hendur 2 gamalgróna embættismanna, biskups og lögmanns, sem hvoru sig hafði litla þekkinga á læknisfræði, hjúkrun og skorti enn fyrir með vald til að geta sinnt málefnum spítalana á festu. Og við bættust að embættismennin unnu ekki eftir neinni heilstari löggjöf spítalana og höfðu auk ólíka sýn á hlutverk þeirra. En á lokum var gerð eins konar málamiðlun milli embættismannanna og lögmenninni fengu því framgengt að reisa spítalana við fyrsta tækifæri en biskuparnir fengu það hlutverk að sjá til þess að húsakostur og aðbúnaður eins og best væri kostur á. Því hlutverki tóku biskuparnir mjög alvarlega í fyrstu. Þeir lögðu sjálfur til gjafir handa spítalunum og öflugu styrkja meðal fjársterkra aðila ásamt því að gefa út byggingabréf þar sem húsakosti spítalana var lýst. Samkvæmt þeim var spítalunum ætlað að standa rétt utan bæjarstæðina og vera reisulegir og veglega búnir. Jafnvel svo að aðrir gátu ekki búist við sambærilegum gæðum hérlendis. Sem slíkar bera byggingarnir ekki vitni ríka fordómingar fatlaðs fólks eða fólks með holdsveiki og því síður að samfélag hefði litið á það sem ógn við eigin velferð.
En þegar kom að starfsemi spítalana var fljótlega ljóst að þeir áttu miklum erfiðleikum með að standa undir rekstri og veita tilhlýðilega umönnun. Það fólk sem veitti spítalunum forstöðu stóð í sama tíma í búrekstri og hafði litla kunnáttu í því sem var ætlast að því. Auk þess réð það ekki yfir fjárhagslegu bolmagni til að ráða fólk sem gat sinnt umönnuninni. Við bættist að erfiðlega gekk að ráða vinnufólk á spítalajarðarnar þar sem almenningur stóðu þeirri trú að ekki væri þörf fyrir spítalana, bæði vegna þess að það ætti ekki að dekra við vanfært og holdsveitt fólk meðan aðri byggu við bág kjör og eins vegna þess að það færi betra á því að borga bændum fyrir uppihaldið líkt og framfærslulöggjöfin lagði til. Af sömu ástæðu sýndi almenningur lítinn vilja til að styrkja spítalana eða greiða þá aukalegu skatta sem áttu að fara í rekstur þeirra. Lítið fé gafst því til í endurbætur á spítalahúsunum sem leiddi til þess að þau grotnuðu smám saman niður og urðu í lýsingum vegfarenda á hinum versta sóðabælum sem ljótar sögur fóru af. Til þess að reyna að bregðast við vandanum ályktaði lögrétti að makar og börn sjúklinga væru skyldug til að annast á og aðra vandalausa hospítalslimi fyrir tilbærilegt kaupgjald og að sjúklingar ætti að inna af hendi þá vinnu sem þeir væru færir þar með talið umönnun annara. Tiltrú yfirstjórnenda og almennings á hlutverki spítalana var hins vegar þá þegar orðið það lítil að aðeins örfáar fátækar og umkomulausar sárir leituðu þangað. Fjöldinn náði aldrei því sem lagt var með í upphafi og í samanburði við upplýsingar úr uppgrefti skrifuklausturs má áætla að töluvert fleiri hafi einnig leitað til klaustrana á sínum tíma. Samkvæmt biskupsbréfi frá 17. öld voru ekki fleiri en 7 skráðir sjúklingar á einum spítala fyrstu áratugina. Í manntalinu 1703 var heildartala hospítalslima 20 og fór þeim fækkandi fram til 1848 þegar spítalun var endanlega lokað. Flest þetta fólk var með holdsveiki eða spítast eins og það var stundum skráð. Erfitt hins vegar að segja til fjölda fatlaðs fólks inn á spítulum en vita að það var þar í einhverju mæli enda hvaða tilskipun konungs að spítalinn var einnig fyrir vanfært fólk. Í yfirlitum biskupuna á spítulum með til dæmis getið fólk með flogveiki, þroskahömlun, hreyfihömlun og heyrnarskerðingu. Eftirlitið með starfsemi spítalana var þó alla tíð í mólum en það ber að hafa í huga að þeir sem áttu að sinna því voru líka valdalausir og höfðu lítil tök á því að breyta háttum þó þau gjarnan vildu. Biskupar landsins fundu sérstaklega fyrir vanmætti sínum og kröfðust nokkru sinnum lausnar undan starfskyldum sínum við spítalana. Af bréfaskriftum þeirra má ljóst vera að þeim var starfið íþyngjandi á meðan það skilaði engum árangri og sárnaði mjög að geta ekki leyst úr vanda spítalana. Samkvæmt konungsskipan áttu hreppstjórar og sýslumenn að líta eftir húsakostinum og sóknarprestum bara fylgjast með hvort sjúklingarnir hefðu næga framfærslu. Þeir höfðu hins vegar engin viðmið til að fylgja eftir og fannst það sjálfsögð sannindi að sjúklingarnir byggju við slakan kost meðan fjárhagur spítalana var svo slæmur. Auk þess áttu hreppstjórar og sýslumenn í togstreitu við rótgróið kerfi framfærslulöggjafinnar sem skildi þá til að koma ómöguminn á heimili sem getur framflett þeim. Að fjölda hospítalslima má sjá að þeir hafa ekki freistast til að leysa hreppi undan ómaga byrðinni með því að senda fólk á spítalana og því hugsanlega kosið með tímanum að láta hjá líða að kalla eftir úrbótum á húsnæði þeirra þegar vita væri að betur væri á ómögum búið inn á heimilum. Sístaklega. Já, það er þetta að tala um hana í hálftíma. Já, herru, ég skal. Saga fatlaðs fólks hér á landi líður fyrir skort á frásögnum af daglegu lífi þess í íslensku samfélagi sem og takmarkari greinagerð á viðbrögðum samfélagsins gagnvart þeim. Slíkt í sjálfu sér vísbending ákveðna útilokun og þöggun en það ber að varast að túlka það sérstaklega sem samfélagslega undirokun fatlaðs fólks. Þöggunin var hluti af flóknu mynstri fátæktar og einangrunar meðal bróðurhluta þjóðarinnar. Þar sem fatlað fólk var valskert sem undirmálstétt, það er að segja sem ómagar en ekki sem þjóðfélagshópur fólks með skerðingu. Þöggunin stafar einnig af samspili framfærslulöggjafarinnar og dreifbýlis bændasamfélagsins sem hélt fötluðu fólki frá opinbera sviði borgarsamfélagsins, það er frá betli, almennri niðurlægingu og góðgerðarstofnunum og staðsetti það innan persónulega sviðs heimilana. Framfærslulöggjöfin festi daglegt líf fatlaðs fólks við hversdagslegt félagslegt umhverfi og gerði það að verkum að fötlun var ekki að merkingabæru félagslegu aðgreindu fráviki. Þýðing stofnunar Struktúrs kaþólsku klaustrana endurspeglaðist í vandamálum spítalana sem áttu að leysa þá á hólmi. Í heild skorti spítalana alla nauðsynlega innviði til að virka á sannverðaðan hátt sem félagslegar stofnanir. Það er að segja án þekkingar, öruggs, tekjustofns og tengingar við framkvæmdavald.
Það er það áhugavert að skoða vanda spítalana með hliðsjón af þeirri stöðu sem hefur ríkt í málunum fatlaðs fólks á undanfarna áratugum. Þegar grannt er að skoða má finna þar mörg kunnugleg stef sem eiga sér hliðstæður í dag. Staðnum hér. Takk. Takk fyrir. Við þakkum Eiríki fyrir. Og þetta má lesa nánar þetta í bókinni góðu. En nú er komið að Evu Þórdísi Ebenesersdóttur þjóðfræðingi. Það er nú saga að segja frá því. Það er nú saga að segja frá því. Er þið hress? Ef þið viljið tegja úr ykkur eða eitthvað, þá mæli ég með því. Ég mér langar að byrja áður en ég þarna koma glærurnar mínar. Mér langar að byrja á því að segja bara takk fyrir daginn. Mér finnst þetta búið að vera alveg frábært og fyrir mig sem búin að vera vasast í að blanda saman þjóðfræði og fötlunarfræði, tæknilega séð síðan 2007, þó ég hafi ekki alveg vitað þá er dagurinn í dag búin að vera alveg frábær. Og í því ljósi þá verði að fá að segja í ljósi þessar tvekja síðustu erinda að það er fatlað fólk í þjóðsögunum, þannig að það er ekkert skrítið þó þær hafi haft áhrif. Og þetta var einmitt ekkert endilega svona slæmt, sko. En mér langaði líka að bæta við vegna þess að ég hef fengið að koma að undirbúningi við öll 4 málþingin og eins og Rannveig gerði bara takk kærlega fyrir þessi 4 málþing. Og í gegnum þau þá höfum við lagt svolítið miklu áherslu á að reyna að fá reynslusögur sem að passa inn í umræðuefni hverju sinni og þegar ég var að skrifa erindi mitt þá allt í einu áttaði ég mig á því að það sem að ég lofaði því að vera skemmtileg að þá ákvaði ég að fara út fyrir kaflan minn í bókinni þar sem að ég er að tala umskiptingarsögur þó að mér þykir umskiptingar mjög skemmtilegir og fyrir vikið þá er örlítil reynslusaga innifalin í erindunum mínu. En það er saga að segja frá því. Mínar ær og kýr eru sögur, alls konar sögur og þar á meðal sögur af fötluðu fólki. Skerðingar hafa líklega fylgt mannskepnunni í gegnum alla hennar þróunarsögu. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að neanderdalsmenn hafa fengið gigt og lifa með hana og slys og afleiðingar þeirra hafa líklega aldrei spurt hvaða ár sé eða hvað klukkan sé eða hvað tímanum og menningunni líður. Að sama skapi er orðið ansi langt síðan mannfólkið fór að segja sögur sér til skemmtunar og fróðleiks og nota til þess orð, hljóð, hreyfingar og myndir. Við segjum nefnilega sögur á svo marga aðra vegu heldur en með orðum. Sögur eru leið okkar til að gera hið ókunnuga í kringum okkur kunnulegt. Við skreytum ókunnugt landslag með kennileitum sagna. Undir þessu tré hitti Jón huldukonu. Í þessum hól er forfaðir okkar grafinn. Við gefum landslaginu nöfn og segjum sögur af því hvernig nafnið var til. Umhverfið sem áður var óþekkt, villt og skuggalegt er í krafti sagnanna sem við segjum orðið kunnulegt. Við höfum gert það okkar og við eigum þar heima og heima erum við örugg. Sögur segja okkur hver við erum, hvar við erum, hvaðan við komum og hvert við erum að fara. Þær eru nokkurs konar kort sem leiðir okkur í gegnum lífið og leiðbeinar okkur flókin mannleg samskipti og siðareglur. Þær segja okkur hvað má og hvað má ekki og þær geta kennt okkur ýmislegt nýtt. Fyrir einhverjum hér kann kortið á glærunni að koma örlítið spánskt fyrir sjónir. Það er ekki á Spáni samt sem aður. Og hvað er þessi skjaldbaka að gera þarna undir kortinu? Sjáu það er svona haus þarna og svona reyfaðar og eitthvað. Kortið er heimskort af heimi sem ævintýrarithöfundurinn Terry Pratchett hefur skapað. Heim sem er flatur diskur sem hvílir á bakinu á 4 fílum sem aftur standa á bakinu á risastóri skjaldböku. En hvað kemur diskheimur Pratchetts umræðefni mínu við? Jú, við hér á jarðarkringlunni eigum mikið og flókið lotukerfi, fullt af frumefnum. En í diskheimi fyrirfinnast 5 frumefni. 4 þeirra þekkjum við vel. Þetta eru loft, jörð, eldur og vatn. Það 5. kallar Pratchett narrativium. Og þó svo að vísindamönnum hafi ekki tekist að finna og greina narrativium hér á jörðinni í okkar veruleika og menningu, efast ég ekki að það hefur jafn mikilvæg og mikil áhrif hjá okkur og það hefur í ævintýraheimi Pratchetts. Narrativium, samkvæmt Pratchett, er það sem heldur heiminum gangandi, límið og eldsneitið sem menningin hangir saman á og gengur fyrir. Narrativium er það sem knýr okkur til að segja sögur og leið svo djúpstæða þörf sem við höfum fyrir þær.
Narratífium er það sem gerir það að verkum hvað sögur hafa mikil og djúpstæð áhrif á tilveru okkar, þekkingu, skilning og heimsýn. Eins og Pratchett útskýrir. Ef við hefðum ekki sögur til að segja okkur hvað stál væri, sögur sem segja okkur hvaðan stál kemur, hvernig það er unnið og til hvers það er notað, já, þá gæti stál allt eins verið ostur. Í dag höfum við heyrt fjölda af sögum. Fræðimenn hafa sagt okkur fjölbreyttar sögur af rannsóknum sínum og sýnt okkur myndir sem segja svo sannarlega meira en mörg orð. Sögur af fötluðu fólki. Á sama hátt og sögur gera umhverfið kunnulegt og örugt eru þær einnig leið til að gera ókunnugt fólk kunnulegt. Nýtt fólk sem er öðruvísi en það fólk sem fyrir er. Til dæmis fatlað fólk. Vegna þess að fatlað fólk getur vakið bæði ótta og óhug en einnig forvitni og þörf fyrir að vita hver ertu, hvaðan kemuru og af hverju ertu öðruvísi en ég. Því leið og við fáum að vita söguna á bak við manneskjuna er hún ekki lengur ókunnug og við sem heyrum söguna verðum örugg. Við erum komin heim. Þetta þýðir þó ekki að sagan sem sögð er sýni manneskjuna sjálfkrafa í jákvæðu og virðingaverðu ljósi. Ansi oft í gegnum tíðina hafa sögur af fötluðu fólki einmitt orðið til þess að fólk lendir á jaðri menningarinnar og samfélagsins. Þær hafa jafnvel ýtt undir ótta og óhug, gert fatlað fólk ómannlegt, dýrslegt eða yfirnáttúrulegt. Í þessum sögum er litið á skerðingar fólks sem ástæðu til að bera litla eða enga virðingu fyrir því. Ansi oft, en þó ekki alveg alltaf. Það eru líka til sögurnar af fólki sem vegna skerðingar sinnar hlýtur aukna virðingu og vegsemd í samfélaginu. Ég hef rekist á nokkra slíkar á meðal þjóðsagnar frá 19. öld þar sem sagt er frá fötluðu fólki með mikla eða jafnvel yfirnáttúrulega hæfileika, til dæmis geðfatlaða menn sem hafa hæfileikan til að láta kveðskap sinn verða að veruleika. Þeir eru kraftaskáld og það er vissara að koma fram við þá að virðingu. Ung kona gerði einu sinni grín að einu slíku geðfötluðu skáldi og hlóa á honum. Hann sagði í bundnu máli að hún myndi deyja úr hlátri og viti menn, hún dó úr hlátri. Eins gott að sýna þessum manni virðingu. Við finnum slíkar sögur einnig í popmenningunni, á síðum ofurhetjublaða og í kvikmyndum nútímans. Við heyrum fatlað fólk segja frá sjálfu sér í fyrirlestrum og bloggpislum, eins og Amy Mullins sem Rósmarí talaði í morgun, eins og Embla og Freyja gera á Tabú og hafa gert í pislum hingað til og áfram, ætla ég rétt að vona. Í vídeóum á netinu eða í gegnum uppistand til dæmis þar sem húmorinn ýtir enn frekar undir áhrifamátt sagnana. En þær eru ekki aðeins bundnar við síðustu 200 árin þessar áhrifamiklu og jákvæðu sögur. Sumar eru miklu, miklu eldri. Á 13. öld var Völuspá skrifuð á skinn og líklega hefur kvæði lifað lengi í munnlegri geymd áður en það var skrifað niður. Í einna vísum Völuspár finnum við svona sögu. Sögu þar sem skerðing manns er skilin sem virðingarauki. Vísan er ekki löng. Allt veik eg óðinn, hvar þú auga falt, í þeim innum mæra mýmisbrunni, drekkur mjöðu mýmir að morgni hverjan að veði valföðurs, vitu þér enn eða hvað, spyr völvan. Fyrir okkur í dag er þessi vísa kannski svolítið dularfull og hún segir okkur ekki mikið. Við skulum ímynda okkur, eitt augnablik, að við höfum ekki hitt Óðinn. Við vitum ekkert af hverju hann er eineyður og okkur hryllir jafnvel svolítið við því og þykir erfitt að horfa á hann. Eigum við ekki að spurja Óðinn aðeins út í þetta? Hei, þú þarna, með augað, mikið svakalega hlýtur þetta að vera óþægilegt. Er þetta ekki sárt? Er ekki skelfilegt að sjá ekkert? Ég meina þú sérð varla mikið svona með öðru auganu er það. Hvernig stendur annars á þessu? Af hverju ertu svona? Já, það er nú saga að segja fyrir því. Ég hef ekki alltaf verið eineyður. Ég var með þau bæði og nokkuð ánægður með þau svo sem. Ég hafði það líka fínt, æðstur ása og þótti nokkuð merkilegt goð, svona heilt yfir. En ég vissi að ég gæti gert enn betur. Hefurðu heyrt Ask Yggdrasil? Já. Askurinn er með 3 rætur og undir einni þeirra er ansi merkilegur brunnur.
Ég vissi að ef ég geti nálgast sjús úr þessum brunni, þá myndi eitthvað ansi magna gerast. Jötunninn sem gætti brunnsins nefnilega Askolli král. Hann heiti Mímir og brunnurinn eftir honum Mímisbrunnur. Og ég vissi að það veri einhver tengsl á milli vassins í brunninum og gáfnafars Mímis. Ég trítlaði mér því þarna niður eftir og spurði Mími hvort að ég mætti ekki fá sopa. Hann hélt nú ekki, allavega ekki nema ég borgaði hann dýru verði. Ég spurði hversu dýru og hann sagði, þú voru að láta augað. Ég hugsaði þetta nú ekki of lengi, let hann hafa augað og fekk sopan. Og þetta var alveg magnað. Leið og ég hafði kynnt, ringdi yfir mig hæfileikanum, þekkingin var óendanleg. Ég kunni allt í einu að vekja upp völvur til að láta þær segja mér hvað framtíðin bæri í skauti. Það ullu upp úr mér vísurnar og skáldskaparlistin. Ég hafði vald á rúnum eins og þessari sem ég með hérna, bæði til að skrifa og það sem meira var til að magna með þeim seið og galdur. Ef ég væri ekki bara með þetta eina auga, væri ég sko ekki jafn máttugur og ég er. Nei, segir sér nei, ég fagna mínu eina auga. Nei, byrjum við, það samt eitt sem ég hef aldrei skilið almennilega. Sko, þegar ég let hann hafa augað, þá henti hann því í brunnin. Það sökti botns og hefur þar verið síðan að rotna. Þetta kemur svo sem ágætlega sko, fyrir mig. Því að þó að hann hafi list á því að drekka vatn með rotnandi auga í á hverju morgni, þá hefur það engin annar. Við verðum því bara tveir, ég og Mímir, sem búum yfir allir þessari vitneskju. Sagan af því hvernig Óðinn lét augað og hlaut viskuna í staðinn sannarlega saga þar sem skerðingin tilefni til frásagnar og skerðingin sjálf verður virðingar auki. Vegna skerðingarinnar Óðinn máttúra goð en hann var áður. En við sem lifum og hrærumst með skerðingar í menningunni í dag fáum flest einhvers konar útgáfu af spurningunni sem við vorum að spyrja Óðinn. Af hverju ertu svona? Og ekkert okkar, eftir því sem ég best veit, af guðaættum, einhver sem kannast við það? Nei. Eða ofurhetjur, eins og við sáum á myndinum hér á undan, einhver sem kannast við slíkt? Ekki heldur, nei, nákvæmlega. Þetta nú við. Nú týndi ég mér alveg. Greinilega að ég ekki ofurhetja. Hafna ég. Hvernig getur þá við svara spurningunni af hverju ertu svona og snúið svarinu upp í sögu þar sem skerðingin verður í það minnsta ekki til þess að fólk sjáu okkur sem lítil, léleg, gölluð og vanmáttug. Við getum það með því að segja jákvæðar sögur af okkur sjálfum sem fólki sem lifir sínu lífi, hefur áhugamál og hæfileika, með því að gera ekki lítið úr líkumum okkar og hugum sem eru öðruvísi en flestra. Við segjum sögur sem gefa þau skilaboð að líkamar okkar og hugar séu hluti af mannlegum margbreytileika. Við segjum sögur sem eru fullar af stolti og styrk. Þegar ég fæ þessa spurningu, segi ég, þegar ég fæddist, þá var vinstri fóturinn minn styttri en sá hægri og mér til ómældrar ánægju og gleði ákvað að vera það áfram. Til þess að ég nái alla leið niður á jörðina og þurfi ekki að hoppa öðrum fæti allan daginn sem verður óneitanlega þreytandi til lengdar, ég með gervifót eða spelku. Ég er með 3 fætur og 15 tær og geri aðrir betur. Sagan mín kannski ekki jafn dramatísk og saga Óðins, en bæði segjum við söguna að við séum sátt, heil og allavega ég, svona frekar venjuleg. Með því að bera virðingu fyrir okkur sjálfum í gegnum söguna hvetjum við áheyrendur okkar til að gera slíkt hið sama. Hvort sem narratífjum til í alvörunni eða ekki, þá erum við alltaf að segja sögur, jafnvel þó við áttum okkur ekki alltaf á því. En ef við munum það stundum, þá getum við til að virkja umbreytingarkraftin sem býr í sögunum, eins og Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði, orðar það, þá breyta söguna sem við segjum hlutunum í kringum okkur. Sögurnar breyta landslæginu
og þær geta líka breytt því hvernig við sjáum og skiljum heiminn í kringum okkur. Þannig getum við sjálf, fatlað fólk, haft áhrif og viðhorf annara í garð okkar með góðum sögum. Í kjölfar þess að við segjum sögurnar af okkur, af virðingu, gleði og glettni, geta það breytt sögum menningarinnar sem stundum hafa verið fullar af virðingarleysi, meðaumkun og ótta. Í kjölfar sagnanna sem við segjum, fylgir menningin í því að segja sögur af fötluðu fólki, með virðingu fyrir margbreytileika mannlífs í marglitri menningunni. Takk. Takk að þér fyrir, Þórdís. Ég verða að fá að grípa fram með því. Ég vil að við gefum Guðmundi sérstaklega gott klapp fyrir frábæran leik. Takk. Takk fyrir aðstoðina. Ég stend ekki. En ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir þetta áður en ég gef Ellen Kalmon orðið til þess að slíta þessari samkomu okkar. Þá vil ég bara þakka ykkur fyrir stífa og góða hlustun og skemmtilegheit og bara takk fyrir mig. Gjörðu svo vel, Ellen. Takk fyrir. Þetta búið að vera frábær dagur, mjög inspirerandi og kannski sjokkerandi. Þessi fræðimenn sem hér hafa stigið á stokk hafa dregið fram staðalímyndir, bent á hetjusögur, talað stolt og styrk, fátækt og fötlun sem að stundum okkur finnst því miður en samofin þegar við förum að tala lífeyristekjur, örorkulífeyrisþega á Íslandi enn í dag. Það hefur verið talað Pollýönnu og ég einmitt í saumaklúbbi sem heitir Pollýanna. Þannig að stundum gott að segja bara já, það betra að vera handleggsbrotin á einni heldur en báðum og stundum þetta svona okkar leið til að flýja raunveruleikann að vera Pollýanna, eitthvað sem við þekkjum öll kannski. Talað hefur feiminn og hlédrægan Jóa risa. En mest þetta að hann Valur félagi minn kom til mín áðan í hlénu og sagði frábær mæting, mjög upplýsandi fyrirlestrar og erindi, en dásamlegt að hafa ykkur öll hér í dag, en mikið hefðu við vilja sjá annan hópa fólki hér, eins og til dæmis stjórnmálamenn. Og þá sagði Valur, það kannski hægt að gera eins og í Ameríku, þar sem að fangar sem hafa flúið, þeim boðið í leikhús og ókeypis leikhús og þeir mæta allir að fylla leikhúsins og læsa þeir hurðunum og handtaka þá allir í einu. Þannig þessar spurningum að plata stjórnmálamenn á næstu málþing eða ráðstefnu sem ÖBÍ heldur og ég veit ekki alveg handtaka þá en kannski læsa þá inni. Það hefði verið gaman að hafa hópa fólki sem vill og hefur kannski völd til þess að breyta samfélaginu, situr á Alþingi og í sveitarstjórnum. Við stefnum á að fá þá eða þau líka til að taka þátt næst. En takk kærlega og takk Rósmarie Garland Thomson, takk fyrir stýringuna Guðmundur hér í dag, rannsóknarsetur í fötlunarfræði og félag um fötlunarrannsóknir Háskóli Íslands. Bara takk kærlega fyrir frábæran dag og við skulum gefa okkur öllum gott klapp.